Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop, kemur í 2 bragðtegundum með venlu súkkulaði eða pipardufti. Pipardufti svona uppáhaldið mitt. Þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur nokkrum bragðtegundum, þar á meðal sour cream sem uppáhaldið mitt. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn og ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta að horfa á Bíóblæður. Endilega fylgið Bíóblæður öllum þessum miðlum, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook og ekki gleyma, næstu að horfa á góða mynd. Kaupa Pop Smell og Doritos. Ég horfði henni að byggja á Gullregn. Já. Ég vissi alltaf að hitta þig. Já. Langaði að sjá hana. Hver á pælingin að búa til bíómynd eftir leikrit sem þú gerir sjálfur? Það var náttúrulega bara, þetta var svo mikið tilviljun, sko, hvernig ég endaði í leikhúsi, því að ég náttúrulega var ekki leikhúsmaður, sko. Ég var, svona mín leiðin í leikhúsi var ekki kvikmyndir eða sjónvarp aðalega. Og Magnús Geir sem var þá borgarleikhússtjóri hafði samband við mig og svona á förnum vegi nokkru sinnum og stakk því að mér hvað ég vildi ekki koma í leikhús og gera eitthvað og ég svona bara hummaði það fram að mér að því að ég sá ekki svona, eða þú veist, það var bara ekki minn veruleiki, sko. En svona eftir frekari spjallveðana þá sagði hann bara, bara sjá hvað gerist ef að þú svona gefur með þínar vinnuaðferðir og þínar hugreiningar inn í leikhús. Já. Og því áttaði mig á því ég gæti bara gert það sem að mig langaði og þyrfti ekki að verða leikhúsmaður sérstaklega eða svona, þú veist, heldur bara svona taka það sem ég gerði og reyna að setja það í annan búning að þá hoppa ég á það en allan tíma meðan ég var að vinna Gullregna þá hugsaði ég að þetta endar nú sem kvikmynd, sko, að því að þú veist, ég hugsa sem handritshöfundur. Í því formi. Ég hugsa í því formi, þannig að allan tíman var ég að hugsa ok, ég er náttúrulega svona leikritið sjálf gerist allt bara inn í einn íbúð, bara eldhússtofa og og ég var stöðugt að hugsa sko, hvað er að gerast utan myndar, það nú eðlismunurinn kannski að maður getur í kvikmyndinni farið víðar. Og ég var svona nótur að hjá mér hugmyndir allan tíman, sko, þegar þetta yrði kvikmynd á endanum. En þegar þú skrifar handritið af leikritinu, ég hef ekki lesið handrit af leikritum, en ég hef lesið mörg handrit af kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Er þetta svipað form eða? Nei, þetta er mjög ólíkt form, að því leiti að sko, kvikmyndin er það sem að persónan gerir, ekki endilega það sem hún segir. Og leikhúsið er náttúrulega fyrst og fremst list orðsins. Svo dialóg og... Já, mikið, svona hefi af dialóg og eða mikill leikteksti og það er kannski munurinn, þannig að þú last leikrit þá ertu meira svona að heyra hvað fólk er að segja frekar en hvað það er að gera. Og þannig að sko leikritið lest bara dálítið eins og samtal eða slíkt. Þannig að forminu til er það munurinn, sko. En í kjarnan náttúrulega hafa sögur bara sömu byggingu. Sagan er mörg þúsund eða 1000 ára gömul, sko, og hefur bara sinn kjarna og sína uppbyggingu sem er náttúrulega bara upp að miða endir. Algjörlega. Og framvinda í leikverki er ekki frábærin framvindu í kvikmynd. Við förum í eitthvað ferðalag með einhverju fólki og sjáum hvernig það tekst á við þar áskoranir sem settar eru fram í þessari sögu, sko. En ef ég myndi lesa bæði handritin, myndi ég alveg sjá klálega, já, þetta er greinilega fyrir leikritið og þetta er fyrir bíómyndina. Sko, bara texta sjálfan? Já, sko, ég nýti náttúrulega töluvert af samtölunum úr leikritinu í myndinni og þáttunum og en hún náttúrulega í eðli sínu
orðfæri, minni texti, minni leiktexti, og hún sé nokkuð svona hlaðin af tali, myndin, að þá svona hefur eimast úr því og sumt sem að maður talaði kannski í leikritinu orðið að orðlausri senu utan myndar eða eitthvað slíkt. Já, ég skil. Þannig að sko það ágætt regla þegar maður að skrifa handrit að tala ekki um það sem augljóst eða tala ekki um það sem að gefa ekki stöðut einhverjar upplýsingar. Þetta svona show, don't tell. Já, meðan leikhúsið oft sko persónar að svona lýsa tilfinningum sínum eða hugreiningum eða eitthvað slíkt. En ég skrifa náttúrulega, þau leikrit sem ég skrifað náttúrulega mjög svona naturalísk eða realísk í eðli sínu. Þau eru ekki svona internal monologur persóna, heldur koma persónar í ljós í gegnum svona þeirra núning, sko, og þannig að þau eru realísk í formi sínu eins og kvikmyndin, sko. Og all verkin sem ég gert eru svona staðbundin eitt rými, sko, það ekki verið að brjóta fjórðaveginn eða svona ferðast í tíma og rúmi mikið, heldur það svona, það bara eins og svona, ég hugsaði gullregni sem maður var að gæjast bara svona innum bréfalúguna eða postlúguna hjá þessari fjölskyldu, sko. Já, var það pælingi svona hjá þér? Já, leikmyndin mér sé að sko, svona endurspeglaði það, sko, Hálfdan Pettersen sem hann að leikmyndin, og við tölum það að ég vildi hafa, leikmyndin mjög realíska, þannig að sko, sviðsmyndin var mjög svona naturalísk, bara eins og þú værir að labba inn á heimili raunverulegra fjölskyldu. Og svo svona í sviðsgáttinni var í rauninni svona nánast rammi, sem að þú gætir hugsa sem kannski widescreen ramma í kvikmynd eða risastóra postlúgu sem verið að gæðast í gegnum, sko. Þannig að þetta var svona innlit inn í einhvern heim sem að manni var falinn, eða svona var okkur hulinn, en við fengum svona stígin í það í 2 tíma. Mér finnst mjög áhugavert þegar ég horfði sérst á hana í svona 3 pörstum. Já. Mér langar líka að spyrja út í það, því að þetta sérst byrja sem leikrit, svo þetta bíómynd, og þetta síðan splittað í, að ég sá ekki bíómyndina, var hún kaflaskiptið það? Nei. Hún ekki kaflaskiptið? Sko, í stuttu máli að þá, þegar ég skrifa sko kvikmyndahandritið, að þá var það mjög bólgið og langt og yfir 150 blaðsíður, maður svona yfirleitt reynir að halda sig í kringum svona 100 síðurnar þegar maður skrifa kvikmyndahandrit. En það var mér svona bólgið og langt og þegar ég var búin að setja allt inn sem ég langaði að sjá og alla hluti sem ég langaði að skoða. En svo átti ég samtal við framleiðandann að þetta væri nú allt og langt handrit, þetta var allt og lang mynd, og ég gerði mig alveg fulla grein fyrir því og ég svona fór að skera niður, sá alltaf eftir því sem maður var að fara, sko, því að maður náttúrulega búin að lifa með þessu kannski í svona 7-8 ár, þessu verki, eða fjölmörg ár því ég byrjaði að skrifa handritið að þá þóttu mér svona allt sem maður var að fara, eitthvað sem mátti ekki missa sín, sko. Það væntu það. Og þóttu það mikilvægt svona upp á persónusköpunina og framvinduna, og svo opnaðist þessi gluggi í okkar samtali að hvað með, að því að heimurinn hefur breyst svo mikið, sem sagt, hvað ég að segja, svona vettvangur sem maður hefur til að segja sögur hefur opnast, sko, með bara nýri tækni og svona efnisveitum og alls konar hlutum. Og sumir hluti finna sér eitt farveg og aðrir annan, sko, og við hugsaðum hvað ef við gerum bara þetta 150 blaðsíðna handrit, gerum 3 þátta svona mínisjónvarseríu fyrir þá sem vilja það, og gerum svo bara kvikmyndaútgáfuna sem styttri fyrir þann hlutan. Þú ákast það bara í byrjuninni? Já, þannig að við fórum að ræða þetta, og það sem gerist var að presentur þetta fyrir sko ríkistöðunar á Norðurlöndunum, danska, norska, finnska og sænska sjónvarpið og RÚV, og
fólk bara tók mjög vel í þetta og keypti þessa hugmynd, þannig að við, þú veist, þannig að þá vorum við komið með líka bara, sko, svona fjármögnunar grundvöll fyrir verkefnið, auk þess að gera kvikmyndarhlutan. Þannig að þessa stöðvar sína, myndin í þessari lengri útgáfu, þessari 3 þáttum, en svo fer kvikmyndin bara sinn veg, sko, sem er náttúrulega bara kvikmyndahúsadreifing og sala annar staðar, sko, sem kvikmynd. Þannig að þetta er bara svona, opnar bara svona möguleika og þetta er ekki frumsköpun mín, sko, þessi hugleiðing heldur, þetta er náttúrulega eitthvað sem hefur gert áður og eitthvað sem var gert svona 8. og 9. áratuginum. Ingmar Bergman gerði þetta, bæði með senur úr hjónabandi og Fanny Alexandri til dæmis, það sem var bæði sjónvarserja og svo líka kvikmyndaútgáfa. Þannig að ég hafði þá svona, fyrirmynd að þetta væri möguleiki og sjónvarsútgáfan er svona, hvað sé 25-30 myndum lengri heldur en kvikmyndin. Lítur það sem þína svona director's cut í rauninni? Hvora útgáfuna kýstu? Já, ég myndi sjálfur, sko, ef ég myndi horfa á mín verk sem ég ger ekki eftir frumsýningu. Já, þú gerir það ekki? Nei, þá er maður alveg þá er maður komin upp í kók, sko. Maður er búin að lifa svo lengi með hlutnum og allt þetta og það er ákveðið svona eftir frumsýningu þá er ákveðið verður maður í rauninni svona að sleppa bara tökunum og bara leyfa hlutnum að sigla sinn sjó eða fara sinn veg en ef ég myndi horfa á þetta einhvern tímann, þá myndi ég nú líklega horfa bara á kvikmyndaútgáfuna af því að sársökin er því minni eða styttur í tími en það sem er gaman við þrjárhlutana er að svona smærri persónar eða svona, þú veist, hliðarpersónur fá meira rými og maður svona fara að fylgja þeim meira eftir eins og til dæmis henni Jóhannu sem Halldóra Geirharðs leikur og svona sambandi hennar við sjómanninn Hjalta Geir sem að Jón leikur og svona, þú veist, lengri inn í það alla þá hluti, sko, heldur en er í kvikmyndin. Það er svona meiri detail en í kjarnan er þetta sama frásögnin. Við fá bara svona aðeins meiri núansa, sko. En eins og með það, mér finnst áherslu skildi nefna Jón Gnarr karakterinn og Halldór Geirharðs, Jóhannu sem hún leikur. Þær senur eins og í bílnum þegar hún sækja hann í eitthvað svona matardæmi og er pirruð að henni ekki verið búið og eitthvað. Er það ekki í kvikmyndaútgáfunni? Nei. Það er ekki í henni. Nei. Mér finnst það góða senur, sko. Já, frábæra senur, sko. Og það er ástæðan fyrir því að svona þessi hugmynd kviknaði uppalega. Það var svo mikið af svona skemmtilegum, þú veist, það er sena þarna sem er ekki myndin eins og til dæmis þegar eftir að Unnar fremur þetta hetju afreka bjarga þessu hollenska pari þarna upp á Jökli að þá fara símtal frá æsku vini eða sem sagt dreng á sama aldri sem er gangi í gegnum A-sporin sem er Auðun Blöndal leikur og sú sen er ekki myndinni heldur. Þetta er svona, já, það er svona mikið. Það er alveg töluvert sem að maður fær svona meira kjöt, sko. En sko með kvikmynd, ég er að þeirri skoðun, sko, kvikmynd eigi ekki að vera mikið lengri en svona 120 mínútur. Hún þarf að vera alveg rosalega góð til að fara yfir það og til að réttlæta það? Já, til að réttlæta og hún þarf að líka vera í rauninni þarf hún að vera til dæmis svona epísk í umfjöllunarefni eða hvað það er, skilur, þú veist, ég menna þú getur gert þú veist hvað við tölum þú veist, bara Hringadróttinssögu eða eitthvað slíkt, skilur, sem er mjög epískt ferðalag eða jafnvel Godfather, skilur, eða fleiri myndir og ef maður er höndunum á einhverjum meisturum, þú veist, virkilega góðum sögumunum og kvikmyndalegstjórum
að þá má myndin vera 10 tímar fyrir mína parta. Ég get alveg, ég get, Paul Thomas Anderson til dæmis, eins og Boogie Nights eða bara allar hans myndir eru langar, en mér leiðist aldrei, skilur, það er, þú ert í höndunum á meistara og þú bara, situr við þá fótskur og lepur upp það sem að þér er gefið, skilur, það er svo stórkostlegt, sko. En svona lítil, svona persónuleg mynd fólk og þeirra svona sambönd, svoleiðis mynd á ekki að vera löng, skilur, eða hún á ekki að þenja þolmörkin. Maður á ekki, það er líka með leikhús, sko, ef það komið yfir 2 tímana þá, ef maður er ókýr í sæti og mála pissa og eitthvað svona, maður vill bara, þetta sé, bara, svona skoninort, sko. Já, það sko, ég oft hræddur því ég sé eitthvað myndi mjög löng, sérst á en ég sé myndina, og ef ég drekja með Lord of the Rings eða Godfather, eitthvað svona episk mynd, þá er ég alltaf hræddur að verða þetta langdrein mynd. Er þetta bara allt og langt? En Páll Óskar kom með skemmtilega punkt, hann var að tala Scarface. Já. Að hún 3 tímar. Já. Og hann vil meina það, ef að Scarface gerð í dag, þá það sjónvarpssería, sem bara þáttasería. Hvað finnst þér það? Það er mjög líklegt. Það kemur ekkert á óvart, sko, að það því þannig að því að, sko, það sem hefur gerst náttúrulega í seinni tíð að, sko, sem stórkostlegt, að sjónvarpið, eða hvað við viljum kalla þetta, notum orðið sjónvarp, að sko, rýmið fyrir sko, persónusköpun og tíma hefur verið gefin og gæði í rauninni, að því að, sko, áður fyrr, þá var sjónvarp náttúrulega svona tiltölulega ódýrt, ódýrt bæði að gæðum og innihaldi. Það var svona skemmtun í svona, og það var svona dálítið litið niður á það. Já. Og og ég man alltaf sem sko áhorfandi, sem sagt á sjónvarp, ég horf ekkert eitthvað mikið á sjónvarp sem barn og það, því að í rauninni, ég fætti 1971, því það að svona kvalitetið og úrvalið var náttúrulega ekki mikið, það var ríkissjónvarpið á þeim tíma. Og ég man alltaf þegar, sko, Twin Peaks kemur, sem að í rauninni svona, fyrir utan þessi dæmi sem ég nefni kannski með Bergman eða Fassbender eða eitthvað af þessum evrósku típum sem voru kannski að gera sjónvarp, svona 1 og 1 verkefni, að þá Twin Peaks svona fyrst skipti sem maður svona bara, já, þarna listamaður, David Lynch, að gera eitthvað sem að mjög óhefðbundið í samhengi við sjónvarp og að segja, okkur sögu sem sögumaður og hann listamaðurinn, hann maðurinn sem heldur utan þetta allt. Að því að megnaði sjónvarp svona episódískt eða sem sagt leikstjórinn eða höfundurinn ekki aðalatriðið eða var ekki aðalatriðið, en í dag hefur þetta breyst og sérstaklega svona síðustu, hvað ég segja, 20 ár 15-20 ár og þá hefur orðið svona sprenging. Það hefur orðið sprenging og fólk sem að svona var í kvikmyndum áður komið inn í sjónvarp. Já. Ég að horfa núna á Mare of Easttown með Kate Winslet og Greg Sobel leikstýrir og stórkostleg bara, frábær persónusköpun, galleri af karakterum, búið að svona afmá svo fallegt þegar sko leikarar losa sig alfarið við hégóman eins og Winslet gerir í þessari seríu, hún einhvern veginn, er svona berskjölduð, skilur, það er ekki verið að fegra neitt og maður hefði þessi saga, sú tiltekna saga Mare of Easttown, maður hefði aldrei séð þetta, skilur, fyrir 20 árum, svona seríu sem svona persónubasir, auðvitað einhvers konar glæpur sem að svona keyrir
atburður á sinna áfram eða svona einhver rannsókn eins og svo oft. En serían ekkert það, sko. Hún bara fólk, sko, eða samfélag. En þú búin að nefna oft persónusköpun. Hversu mikilvæg hún? Já, hún bara frum elementis. Það númer 1 bara? Það númer 1. Ég meina, sko, ég fór einhvern að hugsa sko, var að horfa á einhverja mynd, ég horfi mjög mikið á kvikmyndir og ég var einhvern að horfa á einhverja mynd sem var bara svona Hollywood, svona middle of the road, einhver action thriller. Og ég var svona, þú veist, ég reyna að sökka mig, þótt ég sé kvikmyndagerðarmaður, sko, reyni að tínast á stund, skilur, og sökka bara inn í þá sögu sem við erum að segja og reyni ekki að stöða greina hluti. Bara njóta. Já, bara njóta. Já. Og fara í það ferðalag sem að, þú veist, maður tekin í. En í þessu tilviki þá var bara myndin það vond að ég svona fór að hugsa aðra hluti og fór svona að velta fyrir mér, af hverju, þú veist, hvað það? Hvað það sem að gerast sem að verða þess valdandi, þú veist, finna enga, það engin hjartatenging eða ég hef engan áhuga á þessu fólki eða, þú veist, hvað það og þá þú veist, þá bara svona kemur auga það að ef að sko atburðirnir eða sem sagt aksjónið í verkinu ekki einhvers konar hvað við segja, holdgerving innralífs persónuna það sem við erum að fylgjast með ekki sprottið af persónunum að þú veist að höfundurinn hefur ekki verið að hugsa fólkið sem sagt að atburðirnir og bara gjörðir og allt sem gerist spretti út frá bara því persónlega heldur verið aðalega að hugsa bara einhvern góðan bíleldingarleik eða einhverja flotta vinkla og grannskot eða hvað nú að þá fellur það sjálft sig sko, að því að fólk í kjarnan vill upplifa þann heim sem presenterar í gegnum persónunar, að setja sig í spór persónuna, að reyna að skilja þær eða samsama sig þeim eða finna einhvers konar tengingu og á einhvern hátt endurspegla sínar eigin tilfinningar eða sín eigin reynslu eða hvað nú og nærði ekki þessari tengingu að þá þetta tilgangslaust og þá ég ekki að tala sko alla action-thrillera í Hollywood. Nei, ég skilji. Ef við tökum bara, þú veist, bara fyrsta sem kemur í hausinn, bara Die Hard. Og Die Hard mjög allt út frá karakter. Þótt hún sé stöðut aksjón, það alveg sprengingar og byssur og hlaupandi brjálæðingar en þetta allt út frá karakter. Þetta bara saga hjónaband. Já, og og það það sem við tengjum. Við tengjum ekki við aksjónið, við tengjum við mannin sem að ganga í gegnum hrikalegar hindranir til að bjarga konunni sinni eða komast að konunni sinni, til að bjarga hjónabandinu í rauninni. Já. Og gallaður maður. Menn gallaður eins og allt fólk fólk sambland af ljós og skugga og þannig að ef að handritshöfundurinn leggur ekki út í þá vinnu að vinna út frá karakters þá fellur myndin eða fellur sagan sem verður að segja og allt sem ég hef gert sem höfundur bara grundað af þeim persónum sem sagan fjallar og þannig að sko, já, ég myndi segja persónusköpun eða persónur séu bara grunnurinn. Þú ert rauninni frekar ef þú þurftir að velja hvort mikilvægt fyrir þig, persónur eða plott? Já, sko, svo það náttúrulega annað, sko, það annar svona grundvallar ég myndi ekki segja misskilningur en þessi aðgreining á persónu og plotti ef að það aðgreining að þá bara eitthvað vitlaust í gangi sko, ef sko að því að persónu plott að því að ef þú tekur bara
ég veit ekki, bara þú getur tekið hvaða sögu sem þetta saga sko plottið sem fyrir í gang, það alltaf kannski eitthvað externalt, einhver áhrif, ég menna Frodo í Lord of the Rings, skilur, hann fær einhvers konar verkefni, hann þarf að taka þennan hring og henda honum í þetta eldfjall þarna, og hann hefur enga stjórn á því og það eitthvað plott. En enn og aftur eins og við tölum Die Hard, þá fjallar Lord of the Rings ekki mann eða Hobbit í þessu tilviki sem þarf að henda hring í eldfjall, hún fjallar vináttu. Þetta saga vináttu. Það ástæðan fyrir því að Lord of the Rings virkar og það sem hún fyrir fólk, þú veist, ekki að það hefur gaman að sjá skylmingaratriðin og að Frodo náði að henda þessum hring, heldur bara, þú veist, hver eru samskiptin í þessum hóp sem hann skilur og allar sögur sem að fólk kannski meira plott en karakter, þetta sprettur alltaf út frá persónum, af því hindranirnar sem að verða á vegi persónum, af því að saga bara mann sem hefur, mann eða konu sem hefur einhvers konar ásetning, hann ætlar að gera eitthvað eða hún ætlar að gera eitthvað og við vitum hvað það og svo á leiðinni einhverjar hindranir sem hún þarf að yfirstíga og hindranirnar alltaf, ef handritið vel skrifaður út frá persónunni sem að þarf að yfirstíga hindranirnar. Þannig að persóna sko uppbyggð, ég veit ekki hvað sem hún fara djúpt í Mér finnst það mjög áhugavert. Í handritskrif, en sko persóna byggð upp af auðvitað fjölmörgum hlutum. En svona grunnatriðin í sögunni annars vegar það sem hún vill og hins vegar það sem hún þarf. Það eru tveir ólíkir hlutir. Og það einhver brestur sem að hún þarf að yfirvinna til að geta unnið, eða sem sagt til að ná markmiðum sínum. Og í flestum tilvikum þá sko áttavitin sem að persónan fylgir í sögunni til að byrja með einhvers konar eitthvað brenglaður. Það eitthvað sem að trufla að taka réttar ákvarðanir. Gott dæmi Breaking Bad, talandi sjónvarp. Hvernig veistu þeir? Frábærir og Better Call Saul ekki síður. Þeir fylgja svona sömu, það sama pæling, karakterpæling að því leiti að það með breskar persónur. Þær með einhvern brest og við sjáum svo hvernig þeir að díla við hluti. Walter White í Breaking Bad sem sagt hans markmið að búa til peninga fyrir fjölskylduna því hann dauðvona. Það svona objective, skilur, bara easy money, framleiða eiturlyf, hann kann það því hann efnafræðikennari, og bara easy money og svona sjá fyrir fjölskyldunni þegar hann verður ekki lengur til staðar. Það svona objective goal, eða svona það sem hann vill ásetningurinn. Hins vegar það sem hann þarf að komast yfir einhvern brest sem í honum, sem að hann í baksögunar þá rak hann eða stofnaði hann fyrirtæki með öðrum og svo hættir hann í því fyrirtæki eða láti hann hætta og allt í einu verður það fyrirtæki risastórt og maðurinn sem var með það fyrirtæki eða fólki sem var með það fyrirtæki með honum verður bara milljónamæringar og í honum situr sá brestur að rót þess að hann tekur rangar ákvarðanir í sögunni að hann vill vera stjórnandi í eigin lífi, að taka eigin ákvarðanir. Þú veist, hann ekki til í að taka við hjálp frá öðrum, hann ekki til í að bara viðurkenna vanmátt sinn og gera það sem við eigum að gera ef okkur líður illa eða gengur illa að fá stuðning annara og
og samlíðan, heldur hann einstrengingslega finnur eitthvað vald í sínum gjörðum og þetta verður harmleikur. Hann verður að öðrum manni. Hann verður, hann fer frá því að vera svona venjulegur maður í að verða raun illmenni. Já. Og það er hans harmleikur, því hann nær ekki að yfirvinna flísina sem í honum, eða sem sagt það brot sem í honum, sko. Þú veist, sem ego, sem bara keyrt af egoinu, sko. Þannig að en við viljum að hann á yndislega fjölskyldu, hann á góða vini, fólki sem þykir vænt hann og við viljum svo sannarlega að hann snúa villu vegar og átti sig á að hann er komin of langt og hann nái tilbaka áður en það er of seint. En það verður of seint. Já. Og það dregur okkur inn. Þetta, þú veist, við vitum hvað er að honum, hann vill ekki horfast í augu við það, en við vonum að hann muni gera það. Og það er það sem keyrir okkur áfram í Breaking Bad. Það er ástæðan fyrir við sittum og horfum á 5 season eða hvað er margir 80 þættir eða eitthvað. Já. Og sama með Saul Goodman í Better Call Saul, hann er sko inn í sama heimi að hann það situr í honum á rekin úr vinnunni eða sem sagt honum var sagt upp og í stað þess að bara að þykja afsökunarbeiðnina og bara sættast við það, að þá ætlar hann að sýna þeim að hann geti náð sama árangri með öðrum leiðum og hann er klárt við það allan tíman. Þannig að og þetta er þetta yfirfara, þú veist, á bara allar sögur, þú veist, þær eru tilraunir persónunar til að yfirvinna hindranir til að ná markmiði sínu, en í flestum tilvikum eru þær ferðalagið að átta sig á hvað þurfa að læra til að ná árangri. En þegar þú lýsir þessu, þetta hljómar eitthvað svo einfalt, þá hugsa ég með mér, ákveð ekki bara alla myndi góður, ákveð ekki allir sem fara eftir þessu. Ákveð er svona erfitt? Það er mjög erfitt að, sko, þetta er sko bara svona aristotelísk grunnfræði í sögusköpun, hvað sem að séu fyrir kvikmyndir eða sjónvarp eða leikhús eða skáldskap, hvers konar, að sko þú veist, reglurnar eru einfaldar, en að finna í fyrsta lagi sko áhugaverða sögu, það meina ég áhugaverða karaktera, og finna einhverja nýja leið til að segja þá sögu, því að í rauninni, þú veist, erum við sífellt að segja sömu sögunar aftur og aftur, við erum bara að reyna að finna þeim nýtt form, og svo höfum við í kvikmyndunum mismunandi genre, skilur, við getum sett hlutin fram sem gamanmynd eða hryllingsmynd eða drama eða science fiction eða hvað nú alls konar genre til að leika sig með. Og þannig að þú þarft sko, þú veist, einhvern áhugaverðan heim til að stíga inn í, þú ert að skapa personur sem eru á hold og blóði, þú ert að skapa, þú veist, áhugaverð markmið og áhugaverða bresti og áhugaverð átök og þú þarft að reyna að finna einhverja nýja leið, skilurðu, sem er talar við fólk í dag eða hvað sem það nú skilurðu, þannig að þetta er ekkert, þetta er ekki auðvelt og þetta tekur oft fólk sko áratugi að rembast við að reyna, þú veist, ég menna, maður er alltaf að reyna að finna leiðina og vona að maður ná henni, skilur við, þú veist, en sko það er ekki öllum gefið og þessum tölum skilur við, þú veist, það er alveg leikstjórar eða höfundar sem að bara hafa einhvers konar talent eftir náttúrulega mikla vinnu til að gera þetta vel og á mjög áhugaverðan máta. Þú veist, ég menna, þú veist, það er náttúrulega sagan uppfull af fólki sem er einhvers konar meistarar og maður lítur upp til og reynir að fylgja í fótspor. En þú veist, það er bara
það allt saman vinna. Maður átt að sjá því, sko, það sprettur enginn fullskapaður úr höfðis, safe, sko. Þú veist, þetta eru 10.000 klukkustundir af vinnu, skilur, til að gera eitthvað viti, sko. En hvernig stendur á því, að þess að bera eitt undir þig, að því mér fannst eins og Hollywood, tökum þessu dæmi, að því sjónvarpsþættir, sérstaklega eftir Sopranos, mér fannst vera ákveðin svona bylting, kom gæðaefni, flotti leikarar, svona long form storytelling í þeim þáttum, svona til framaldi kemur Breaking Bad og 6 Feet Under og Wire og fullt af þáttum. Persónulega fannst mér, því ég svolítið mikið svona Hollywood-gæi, mér fannst bíómyndir svona gæðalega séð, svolítið byrja að dala á sama tíma og sjónvarp bara rísu upp. Er það ekki bara svona kannski pínu útskýring á því að margir sem voru í kvikmyndum, sérstaklega handriðshöfundar, fór bara að færa sig yfir í sjónvarp? Jú. Er það ekki bara sem gerðist? Jú. Ertu sammála þessu? Já. Þetta bara, sko, hvað við segja, fólk sem kann sitt fag mjög vel, finnur því einhvers konar farveg, skilur, þú veist, hvar það á að segja sín sögur, skilur, í hvaða formi og svo framvegis. Og þegar þessi gluggi í sjónvarpi opnast, að þá fer fólk bara að færa sem meira þangað. Og höfundar, sko handritshöfundar, eru sko oft á tíðum bara ekki nægilega, sko, fá bara ekki nægilegt kredit í kvikmyndum. Og þú veist, við erum náttúrulega mjög sko svona, þú veist, Hollywood eitt, það ákveðið system, sko, svo erum við með Evrópu sem er svona meira, sem við kallum, svona kallað auteur-based, það sko miklu algengar í Evrópu að leikstjórar skrifi sín eigin handrit en í Ameríku þá þú veist, það mjög sjaldgæft, eða það bara undantekning ef það er. Það góð punktur, ég aldrei pælt í því. Og það sem gerist með þessum glugga í rauninni er að sko höfundurinn, handritshöfundurinn, fær í rauninni loksins það svona respekt sem hann á skilið, sko. Af því að, þú veist, það er ekki sjálfgefið að þú sért leikstjóri eða úr handritshöfundur og samanskap ekki sjálfgefið að þú sért handritshöfundur og leikstjóri. Þannig að, sko, þú veist, David Milch gerir Deadwood eða, þú veist, bara hver af þessu fólki, skilur sem að gerir þetta virkilega góða stöf í sjónvarpi, síðustu 20 ár kannski, að það fær kreditið fyrir það, umfram í rauninni leikstjóran, skilur. Það er höfundurinn sem er guð. Ég heyrði með kvót, bíómyndir, stjarnar þar er leikstjóri, sjónvarpsþáttum, stjarnar þar er handritshöfundur. Já. Mér finnst það mjög áhugaverður svona áhverð tilhugsun. Það er bara staðreynd, sko, að því oft á tíðum, sko, með bara 80 þætta Breaking Bad, það er ekkert sami leikstjórinn að þessu öllu. Það er tonna leikstjórinn sem koma þar að. Þetta eru þó nokkrir handritshöfundar sem koma þar að. En yfir því vofir yfir höfundurinn sem að sko á grunnhugmyndina og stjórnar höfundaherbygginu, skilur, keyrir það áfram, leggur línurnar og heldur utanum allt að allt sé, þú veist að DNA-byggingin haldist og tónnin haldist og stemmingin haldist. Og Er það á Íslandi? Erum við með eitthvað sjórannur á Íslandi? Ekki kannski svona í hefðbundum skilningi, en það er í seinni tíð, það hafa alltaf verið handritshöfundar á Íslandi, mikið af fólki sem hefur skrifað handrit og er ekki endilega leikstjórar, en það hefur aukist mjög mikið í seinni tíð og það kreditið fer alfarið á sjónvarp eða sem sagt á seríur, að því að þar þarftu höfund, að því að sko leikstjóri getur, ef hann hefur áhuga eða einhvers konar hæfileika til og nennu að leggja það á sig að skrifa kvikmyndahandrit, að þá getur hann skrifað 90 mínútna mynd til dælulega, ekki auðvitað, en þú veist, það er svona, þú veist, það er svona manageable verk. Algjörlega. En að skrifa
30 sjónvarpsþætti í einhverju seríu, það gerir það engin einn höfundur. Þú veist, það engin einn handritshöfundur sem gerir það. Þú þarft alltaf fleiri. Það er bara, þú veist, að skrifa erfitt og flókið og tímafrekt. Og einmannalegt. Já, það einmannalegt líka. Já, þannig að koma fleiri að. Og en í seinni tíð þá hafa verið að koma höfundar á Íslandi, Margrét Örnólfsdóttir, Sigrún Kjartans, Snjólaug Lúðvíksdóttir, fleira fólk, Jóhanna Grímsson, sem að bara fókusir á að vera handritshöfundar, eða sem sagt, það þeirra starf, það þeirra áhugamál, eða það sem að lifur og hrærist í. Og það hefur líka lyft bara gæðum sjónvarps upp, af því að það bara fólk sem að kemur bara með nýja sýn, sér nýja hluti og svo framvegis. Og raddirnar aukast í flórunni. En við náttúrulega smáþjóð, þú veist, við gerum, þótt að per höfðatölu séu við eitthvað svona kraftaverka þjóð þegar kemur að kvikmyndagerð, að þá erum við náttúrulega mjög fá og það mjög fá svona í global samhengi mjög fá verkefni framleitin á ári. Þannig að þú veist að lifa af því að vera kvikmyndagerðarmaður á Íslandi náttúrulega stöðugt ströggl, sko, þú veist, og það ekki allir sem að bara leggja það á sjálfa sig og sína nánustu að vinna í þessum geira. En þegar gengur vel og þegar maður í góðum hóp og næra búa til fallega fjölskyldu í kringum verkefnin, að þá fátt skemmtilegra, skilur heldur en að skapa eitthvað svona skapa eitthvað. Ja. Og ég, þú veist, ég svona sjálfur rokka mjög mikið, stundum sest ég niður og skrifa skrifa kvikmyndir eða legg upp í einhverja sjónvarpsseríur, en í miklu fleiri tilvikum að þá vinn ég í hóp, þá bý ég til, stíg inn í eða bý til eitthvað svona kollektíft, einhverja fjölskyldu sem að fyrir saman í gegnum ferlið, og þá verður þetta sameiginleg reynsla, því að búa til kvikmynd eða sjónvarpsseríu kollektíft þrekvirki. Það ekki eitthvað sem einhver gerir einn og þess vegna þú veist segi ég nú aftur að handritshöfundurinn að fá meira kredit, af því að þú veist, það alltaf verið að líta á leikstjóran, skilur, sem aðal, og leikararnir fá kredit að leikararnir og svona, en sko kjarnin að þessu öllu handritshöfundurinn, að hann sá sem að allt sprettur af. En eins og með vaktaseríunar, þið voru nokkur sem skrifuðu þær, þú varst ekki einn að skrifa þær. Nei. Þannig að þetta var alveg hópar af fólki. Hvernig var það á þeim tíma til dæmis? Að ég man þegar Næturvaktin kom út, þetta var alveg svona event á Íslandi. Já. Og bara hrósaði fyrir það, mér finnst það hrikalega skemmtilega seríur. Ég man bara þetta koma út, vá, við erum að gera alveg alvöru sjónvarpsdæmi. En eins og þar, varst þú þá yfir? Ef við erum nokkur að skrifa, kasta fram og tilbaka einhverjum hugmyndum, þú veist hvernig virkað það? Varst þú svona hálfgerður showrunner eða? Já, kannski sko. Að þetta voru 3 seríur, sko? Já. Við unnum náttúrulega vaktaseríurnar Bjarnfreðsson mjög náið þessi hópur, og frá í rauninni upphafi að þá bara í rauninni frá bara fyrstu drögum, skilur, fyrsta hugmynd sem að í rauninni ég pitsa á þú veist, Stöð 2 bara svona bara svona eitthvað blueprint af því sem varð. Þú veist, þetta einhver næturvakt, þetta var svona, svona fyrsta hugmyndin sem að svo bara breytist og þegar fleiri raddir kom inn og
og þetta verðræði sem það var ég hugsaði sko mér langar að taka eitthvað svona stóran viðburð í heimssögunni, bara eitthvað svona sem allir þekkja og setja það inn í eitthvað svona mikrokosmos, setja það inn í eitthvað svona lítinn heim og ég hugsaði sko kaldastriðið ég sko barn kaldastriðsins, náttúrulega alveg upp þú veist svona 70s, 80s að maður alltaf eitthvað svona vofir yfir, þú veist, þessi átök að kjarnorkustrið sé hugsanlega yfirvofandi, en það er þessi átök á milli þú veist, Sovjetríkjana og Bandaríkjana, þetta er svona kommunismin og kapitalismin á þarna og svo einhvers staðar þarna mitt á milli er svona lítil eyja sem er Ísland, sem er svona mitt á milli þessar heimsvelda og við erum mjög svona klofin þjóð með þetta svona pólitískt sko, þú veist, það eru kommunist í Ísland bara stjórnmálum eða bara samfélagi, þú veist, það eru kommunistar og kapitalistar, þetta tekst á auðvaldið versus skilur verkamaðurinn eða eitthvað já, bara, þú veist, allt þetta þannig ég hugsaði, ok, ef við setja þetta á næturvakt sem er, sko, einmannanlegasti staður í heimi er næturvakt og á bensínstöðu, ég menna það er, þú veist, það er skemmtilegt þannig að sko, í rauninni frumhugmyndin sem er bara, þú veist, málsgrein er í rauninni næturvakt 3 menn á bensínstöð sem sagt, og það kemur þar ungu maður sem er litla Ísland, skilurðu, þú veist, hann er átakafælinn og hann er depressed og allt þetta og hann lendir í átökum tvekja heimsvelda, skilurðu, sem er kommunistin og kapitalistin. Þetta er bara frumhugmyndin, þú veist, og dýnamíkin, þannig eru komið með eitthvað svona, eitthvað svona, bara algjörlega grunnkonsept. Og ég tala við Jón og þú veist, þessi bara, við verðum að gera þetta, þú veist, búið þetta til saman og mér langar svo að fá Pétur Jóhann til að leika á mótið þér, skilur, að því að ég og Jón höfum unni saman í Fóstbræðrum í síðustu seríunni og svo hafði ég unni með Pétri í Stelpunum og mér langaði svo að sjá þess að 2 menn saman, þeir báðu náttúrulega sko meinfinnir en líka bara með frábærar hugmyndir og mjög kreatífur menn og skemmtilegir. Hörku leikarar. Og frábærir leikarar. Og þeir voru til í þetta og þessi pizzað, sem sagt, í pizzastöð 2 og þeir kaupa hugmyndina og þá fæ ég inn Jóhann Ævar Grímsson sem var ungur höfundur sem hafði skrifað Astropíu og ég hafði fengið með mér inn í Stelpurnar líka og við fyrir bara svona að skapa karaktera og svo kemur Jörundur Ragnarsson inn í þetta og við fyrir bara, þú veist, í rauninni bara fyrstu 2-3 mánuðinir af handritsvinnunni var bara hugmyndir, skilur þú veist, hver eru þessi menn? Jón á, sko, eiginlega bara svona uppistaðan í Georg Bjarnfreðsson er eitthvað sem Jón á, sem er mjög persónulegt fyrir hann og samaskapi, það sem að hann, Ólafur Ragnar er eitthvað sem Pétur Jóhann smíðar dálítið úr bara sínu umhverfi í ákveðnum kúltúr, skilur, svona, þú veist, garðabærin og útvarsmenn og einhverjir spaðar og eitthvað, skilur, þú veist, og Jörundur er, kannski, Jörund persóna kannski meira ég, sem sagt, frá mér, eða frá Ævari, sem sagt, svona, eitthvað millistig þarna. Þannig að, sko, vaktaseríurnar eru unnar í mjög miklu nánu samstarfi, sem sagt, handritið og svona praktíst að þá er það mikið verið að spinna, mikið tekið upp af spunum, þú veist, við skrifum náttúrulega þættina, þú veist, einhverja framvindu og erum mikið að spinna og upp úr þeim spunum verður til leiktexti sem að ég og Ævar skiptum með okkur að koma á blað og setja þetta í svona bara form, handritsform en og svo náttúrulega verður önnur verkaskipting þegar við erum komin í tökur, þá stígi bara, þú veist, sest í stólinn sem leikstjórinn og þeir fara að leika og þá náttúrulega er bara farið í svona hefðbundnari leið, þú veist, það er náttúrulega bara leikstjóri er höfundur
þess myndmál sem skapaði og þeirra samsetningar af myndrömmum eða notkun á tónlist eða hvað nú og leikstjórinn vinnur náttúrulega líka náið með bara, þú veist, öðrum listrænum stjórnendum sem kvikmyndatökum maður eða kona, tónskáld eða leikmynda og leikmyndbúningar og gerfahönnun og hvað nú Þannig að það hlutverk leikstjórans að samhæfa alla þessa þætti, vera með skýra sýn og allir sé að vinna innan þess ramma sem settur. Já, þú veist, þá leikstjórinn orðin, þú veist, einhvers konar toppur á einhverju ferli og tekur svona loka ákvarðanir með, þú veist, bara klipp og velja réttu tökurnar og sjá til þess allt gangi upp. En það aldrei, eins og ég segi, það aldrei einhver ein manneskja sem að gerir kvikmynd eða sjónvarp. Nei. Þetta alltaf, þú veist, verkið aldrei sterkara en veikasti hlekkurinn, skilur, þú veist, það þú veist, ég legg mest upp úr því, sko, í þeim verkefnum sem ég geri að búa til einmitt, eins og ég kalla fjölskyldu, fólk sem þú veist, hefur sama markmið og það sé gaman í ferðalaginu. Þú veist, ég einhvers konar farastjóri, þú veist, í þessari ferð sem við erum að fara. Þessari skemmtiferð, stundum getur alveg verið erfitt í ferðinni, getur komið upp alls konar. En það skiptir mestu máli að njóta. Að það sé, að þú veist, þegar maður vaknar á morgni tökudags, eða handritsdags, eða hvað maður að gera, að manni hlakki til að fara í vinnuna. Að fólk kom ekki í vinnuna með einhvers konar kvíðahnút eða því langi ekki heldur, þú veist, að það sé gaman, að það sé ánægjulegt og fólk sé metið að verðleikum líka. Að sko, leikstjórar geta verið alls konar, leikstjórar geta verið einræðisherrar, geta beitt fólk andlegu ofbeldi eða verið að búllía stöðut eða öskra á fólk eða hvaða nú Hvernig finnst þið svo taktík? Ég bara skil það ekki. Ég hef aldrei öskrað á neitt, bara aldrei á ævinni, skilur, þú veist, mér myndi ekki þetta til hugar. Ef maður verður pirraður á einhverju sem gerist mjög sjaldan, að þá horfi ég alltaf, þú veist, af hverju ég pirraður? Þú veist, ég ber ábyrgð á því ef ég verð pirraður. Því að ef mér finnst einhver ekki standa sig í vinnunni, að þú veist, verið að slugsa eða kasta til hendinni eða hvernig sem það að þá það að því að ég vann ekki mína vinnu. Sérst, mitt hlutverk að koma öllum á sömu blaðsíðu, að velja rétta fólkið í verkefnið. Að sem sagt casting eða sem sagt hlutverkaval leikstjórans sem nú svona eitt af mikilvægast sem leikstjóri gerir að velja rétt fólk í hlutverkin og ekki bara fyrir framavélina, heldur líka fyrir aftan. Að búa, þú veist, ef maður hefur tækifæri til að skapa fjölskyldu, skilur, að búa hana til, maður ekki fæddur inn í hana, heldur maður býr hana til, að þá getur maður valið fólk sem maður veit að fungerar saman, fólk sem manni langar að eyða mánuðum saman kannski með og fólk sem innstilt inn á að gera góða hluti og ég oft sko þú veist, ef að vali stæði frammi fyrir því að velja besta kvikmyndatökumann í heimi en ég vissi að hann væri hálfviti og öskraði fólk og væri leðilegur og frekur og fólk væri með kvið að kasta mæti vinnuna þann daginn. Bara en hann væri besti, hann væri bara besti tökumæður í heimi. Versus að finna mjög góðan tökumann sem gæti orðið betri, þú veist, ef hann fær tækifæri eða eitthvað slíkt. En yndisleg manneskja og gott að vinna með hann og skilur, þá veljið þá manneskja alltaf. Þú veist, það bara lykilatriði því að við eigum bara eitt líf og það bara sóun að eyða því í einhvers konar vanlíðan, sko. Já, ég 100% sammálaður. En hvað hugsað þú þá þegar þessum með Kubrick, Stanley Kubrick, hann var svona frægur fyrir að vera kannski svolítið erfiður. Og þessum með Shining, Shelley Duvall þar, hún
bara andlit ofbeldi og hann hljópar og hann hefur algjört ógeð við hana til þess að ná fram einhver svona framistuðu henni. Já. Mér finnst hrikalt að heyra þetta. Það er væntanlega breytti tímar í dag, við erum meðvitaðir þetta. En þegar þú heyrir eitthvað svona og þú kannski segir mér hvernig finnst til að með Shining, mér finnst það flott mynd, en litar það svona þitt svona álit á myndinni? Skilur hvað er að fara? Já, sko hegðun Stanley Kubrick gagnvart Shelley Duvall í þeirri mynd er náttúrulega bara, þú veist, sko svona smánarblettur finnst mér á honum sem manni og jú, þetta eru kannski aðrir tímar, hann er af annarri kynslóð, við erum öll náttúrulega að læra. Algjörlega. Við erum öll að átt okkur á að það sem norm var í fortíð er ekki lengur norm og svo framvegis. Þannig að maður verður líka maður má heldur ekki gleyma, þú veist, samhengi hlutana og svo framvegis. Shining sem kvikmynd er algjört meistaraverk og er ein af mínum uppáhaldsmyndum. Já, hún er alveg þar. Og eins og mynd sem ég hef hort hvað oftast á ævina. Og þannig að það er svona súrt bragð í manni þegar maður svona, já, þetta er ekki alveg næs, skilur, þú veist, og þetta er ekki, maður gerir ekki svona og þetta er ekki alveg rétt hegðuna því að maður þarf ekki að ef maður vil ná einhverju fram að þá eru alls konar aðferði við það og leikari sem má að vera fullur þarf ekki að vera fullur, hann bara leikur það eða, þú veist, ofbeldi, þú veist, það þarf ekki að vera, þú veist, það þarf ekki að framkoma ofbeldi, þú bara leikur það, þetta er, við erum ekki, þú veist, í einhvers konar stríðsástandi, við erum að skapa list, og þetta er bara, að í endaðu degi er þetta bara kvikmynd, þetta er ekkert merkilegt, þetta er bara, kvikmyndir eru dásanlegar, en þær eru bara kvikmyndir. Það er ekki að bjarga mannslífum beint. Nei, þetta er ekki, lækningu í krabbamenni, Nei. Þannig að Shelley Duvall sem er náttúrulega frábær leikona og hún er frábær í Shining og ég held að áhrifin sem ég varð af Shining, þú veist, hún á mjög sterkan staði mér að því þetta er eina svona fyrstu kvikmyndunum sem að eina af þeim fyrstu, ekki svo fyrsta, sem að breytti lífið mínu einhvern hátt, Ég var einn heima, ég er 12 ára og þetta var mynd sem ég hafði heyrt og sem ég langaði ótrúlega að sjá og forvitin svo er ég heima og ég hleyp upp á myndbandalag sem var vídeolegan upp í Mosfellsbæ og leigi myndina, fyrir með hana heim og setja hann í tæki, ég er einn heima og þetta er seinni partur, það er ennþá bjart, ég setja hann í tækið og kveikja og sest í sófan og byrja að horfa og er algjörlega dáleitur. Já, ég rauninni bara, ég bara, þú veist, var ekki á staðnum, ég var bara í myndinni, þú veist, algjörlega dolfallin, þú veist, bara algjörlega ómeðvitað allt annað heldur en bara það sem ég var að horfa á. Og það sem ég held að hafi haft, hvað mest tilfinningarlega áhrif á mig er Shelley Duvall, að því að tilfinningin sem að Kubrick skapar, eða sem myndin skapar, andrúmið sem hún skapar og tilfinningin er ótti og hann reiði sig ekki á blóðsúthellingar eða ofbeldi sem er grafíst eða eitthvað slíkt. Hann alfarið segir sögu á einhvers konar andrúmi og megnaða myndin er bara í birtu, það er bara ljósinur á og þú veist, það er ekki endalega skuggahorn alls staðar, heldur það, hryllingurinn er inn í fólkinu. Skrýmslið í, þetta er saga Shining er saga alkohólisma og heimilisofbeldi og hvernig fólk breytist í skrýmslið. Og Stephen King, náttúrulega má ekki glemma höfundunum, hann náttúrulega
að segja sögum alkoholisma. Og Shelley, hún skilar tilfinningunni. Þú tengir ekki, maður tengir ekki við Jack Nicholson karakterinn, þú veist, maður ekki með honum í liði, hann skrítinn, hann fráhrindandi frá fyrstu mínútu, þannig að tilfinningatengslinn sem maður myndar við soninn og móðurina og en Shelley sko, þú veist, þessi íkonska mynd með það sem öxin í gegnum hurðina, baðherbergishurðina, og hún horfir á öxina og hryllingurinn eða óttinn og hryllingurinn sem þú veist, ofbeldismaðurinn hinn með við dyrnar, að það Shelley Duvall sem að gera sæninga því sem hún sko leiklega, þú veist, Nicholson frábær í henni, en fyrir mér var það Duvall. Og ég sit þarna og myndin endar og ég átta mig á því, sko, að mér mál að pissa og ég ekki búin að hreyfa mig í rúma 2 tíma og það orðið myrkur úti og þegar myndin byrjaði þá var öll ljós í húsinu náttúrulega slátt þegar það var bjart úti, en þegar myndin endar þá kolniða myrkur í húsinu og og ég þori ekki að standa upp úr stólnum eða sófanum sem ég satt á sófahotninu endanum á sófanum og ég bara, ef ég stend upp og slekk á sjónvarpinu, þá gerist eitthvað og ég bara var algjörlega frosinn í stólnum og það var svo gaman. Þetta bara, þú veist, það náttúrulega hollt fyrir börn að upplifa ótta, að þú veist að upplifa hrylling og í þá vernduð umhverfi í vernduð umhverfi, að því að sko hryllingsmyndin hún leið fyrir okkur til að læra hvað ber að óttast, skilurðu, að finna tilfinninguna, því að við erum náttúrulega líka sem fólk sko í nútíma við erum ekki lengur sko lappandi gegnum skóg þar sem að einhverju villidýr þú veist, geta rifið okkur á hól, þú veist, hryllingurinn annar í dag og þannig að það hollt að sko máta sjálfan sig í erfiðum aðstæðum og góðar hryllingsmyndir eða sem falla undir það sjánra eins og Shining til dæmis samt að tala einhver allt aðra hluti, skilur þú veist, það að segja okkur eitthvað okkur sjálf sko og ávarpa eitthvað sem skiptir máli. Hversu hrifin ert þú af hryllingsmyndum bara yfir höfuð? Sko, ég held að ég mjög, sko ég svona alæta á kvikmyndir. Það sem að, eins og kannski, kom inn á áðan, sko, ég kannski svona síst eyði tíma mínum, ég horfa á eitthvað svona, svona eitthvað action thriller eða eitthvað slíkt, sko. Það svona, þetta middle of the road Hollywood dót, sko, sem að svona, dálítið svona paint by numbers og mjög erfitt að gera vel, þú veist, ég menna, þú veist, þú ert með undantekningar, hvað sem að sé Speed eða Die Hard eitthvað sem að áhugavert, en svona genur alltaf svona forðast í það, en hryllingsmyndir eitthvað sem að ég horfi kannski ekki lengur mjög mikið á hryllingsmyndir, því ég búin að horfa á allt gott sem hefur gert í hryllingsmyndum bara í sögunni hvar sem í heiminum ég búinn með góðmyndirnar og rosa mikið af vondumyndunum líka hið fullkomna kvikmyndasjanra, ef að það til fullkomna kvikmyndasjanra, hryllingur af því að sko þú samþættar svo marga hluti og þú ert að fjalla svona prímal hluti, skilur, sem óttinn, sem að sem að sko svona hann af þessum frumtilfinningum sko og svo sko tekníski hlutin í kvikmyndagerðinni í hryllingsmyndum mjög erfiður, það erfitt að gera góða hryllingsmynd og ég dáist að leikstjórum sem að
geta gert góðar hryllingsmyndir en enn og aftur að bestu hryllingsmyndir sem gerðar eru ekki bara hryllingsmyndir. Shining eða Exorcist eða The Witch eftir Robert Eggers eða Sástu Hereditary? Já, eða hún, skilur þú veist, það komið svona ný í seinni tíð þá sprettur upp þessi svona, hvað segja, svona arthouse horror. Og það þarf alltaf að flokka allar hluti, en þetta svona kannski hluti sem ekki, þú veist, verið að reiða sig á gory stuff eða, þú veist, eitthvað svona slasher element. Sko, flestar hryllingsmyndir að ávarpa eitthvað samfélagsmein, eitthvað sem að í samfélaginu. Og hryllingsmynd ekki góð að ná að gera það. Það mín skoðun. Sko, meistarar hryllingsmyndarinnar, þú veist, sko, meistari hryllingsmyndarinnar John Carpenter. Ja, þér finnst það? Já. Og hann er maðurinn sem að sko, hans ævistarf sem kvikmyndagerðar maður var hryllingur. Hver bestu myndin hans? Sko, Thing er nú líklega best, en mér þykir mjög vænt Halloween. Já, bara fyrstu bara. Já, fyrstu Halloween með Jamie Lee Curtis. Og hún var líka bara, hún líka bara svona ákveðin svona bylting, skilur á sínum tíma og þú veist, þú ert með góða, flotta kvenhetju, skilur, sem bara barnapía, skilur, í útkværu eitthvað staðar. Hún þarf að takast á í hræðilega hluti, skilur, og texta. Já. Og Thing góð, mér fannst sko kvikmyndaútgáfan hans að Christine, Stephen King bókinni frábær. Finnst það eldast vel? Þú veist, ef horror og Carpenter-myndir í dag? Já, sko, mér finnst Thing standast tíman algjörlega, sko, hún er náttúrulega mjög einangruð í umhverfi, þú veist, gerist þarna einhvers staðar á norðurslóðum og svona stíllega, skilur, þú veist, finnst mér svona, sko, náttúrulega fyrir tíma CGI, sko, þannig að þetta allt animatronics eða sem sagt allur allt skrýmslið bara, þú veist, fysiskt. Hvort kýstu? Frekar? Mér finnst það miklu skemmtilegra, sko. Miklu skemmtilegra. Og svo kemur Alien náttúrulega skömmu seinna, eða þú veist þarna sama árið held ég, eða þarna öðru megin við þau áramót 79, fyrsta. Man ekki alveg hvernig þetta lá í tíma, en og þar aftur þú veist, ekki CGI, skilur. Nei. Og sama með Jaws og Spielberg, sko, að við sjáum aldrei, þú veist, eða við sjáum mjög lítið skrýmslið og það náttúrulega líka praktískar hindranir, þú veist, ef þú ætlar að lýsa skrýmslið, ef þú veist, bara sjá það í fullu ljósi og frá toppið til táar, að þá kemur í ljós, þú veist, að þetta þú veist, búið til, skilur við. Fake. Þannig að sko, kvikmyndagerðarmaðurinn þarf að finna leiðir til að búa til suspense eða spennu með því að fela frekar en sína. Og þetta eitthvað sem að generalt sko margir leikstjórar sama hvort vinni í hvaða genre sem vinna. Þú veist, geta lært af sko að frekar að fela og gefa til kynna heldur en að sína og segja, skilur það, því að það sem í þögninni eða það sem utan myndar oft miklu sterkar en það sem að stendur ljóslefandur frammi fyrir okkur, sko. Hvað finnst þú ef að leikstur, eins og George Lucas gerði það með Star Wars, hann fór afturinni fiktaðis í einhverja myndunum sínum. Já, eins og ef að Spielberg kem í dag og myndi segja, ég ætla bara aðeins að fikta Jaws, ég ætla að taka brúðuna sér með og ég ætla að setja tölvugerðan hákall. Hvað myndir þú segja? Ég myndi bara hunsa þá útgáfu, sko. En ég meina, sko, þú veist, svo getur hryllingur, þú veist, hryllingur effektífastur þegar hann þú veist, út frá karakter.
eina mínum uppáhaldsmyndum ekki bara í seinni tíð heldur bara allra tíma We Need to Talk About Kevin eftir Lynn Ramsey. Frábær. Og Lynn Ramsey sko af núnlifandi leikstjórum sko í mestu uppáhaldi á mér, kannski ásamt Paul Thomas Anderson. Og Lynn Ramsey í þeirri mynd þá var hún með sko, þú veist, bara söga fjölskyldu. Þetta hvað ég segja, þú veist, kannski var þetta orðað að skilur skiptir máli hvað börnin gera, þú veist, hættir móðurinn einhvern tímann að elska. Það kannski það fjallar sagan, sko, þú veist, hún fjallar móður sem á son sem bara síkópati og bara fæddur eins og síkópatar fæðast og bara víraður vitlaust og hún, það sama, þú veist, hún reyna elskan, skilur, þú veist, sama hvað hann gerir. Já. Og þótt hún fordæmið það sem hann gerir og ekki samþykkt því á neitt máta, því hann náttúrulega morðingi. Já. Að þá samt verður hún að elska hann því hann sonur hennar. Átakalega mynd og raun hryllingsmynd, tilfinningalega hryllingsmynd. Og Lynn, sko, hún er sko því miður bara búin að gera og fáar myndir. Hún er fædd 69. Hún er búin að gera sko fjórar kvikmyndir í fullum lengd sem náttúrulega bara skandall og leiðindasaga, en alla myndirnar stórkostlega, sko, fyrsta myndin Ratcatcher sem frábær, Morgan Callar með Samantha Morton frábær, og svo kemur þetta meistarastykki We Need to Talk About Kevin, og svo síðasta myndin You Were Not Really Here með Joaquin Phoenix sem mjög sláandi mynd og óbáslega erfið, sko, en hún svo mikil meistari, Lynn Ramsey, að hún leikstjóri sem að reiðir sig ekki á orð, hún reiðir sig á tilfinningu og hún sver sig í ætt Kubricks að því leyti að hún býr til andrúmsloft og heim og hún bara master filmmaker, sko, að sko alla myndirnar hennar hafa einhvers konar horror element en myndi aldrei flokkast sem horror, sko, að því að sko góður horror alltaf að ávarpa eitthvað í mannlegu eðli og eða eitthvað í samfélaginu, sko, og benda okkur á eitthvað, ég meina hvað heitir hún Invasion of the Body Snatchers, hún ekkert sko geimverur sem að taka sér bólfestu í líkumum fólks og að reyna að yfirtaka heiminn. Hún ekki geimverur, hún sko paranoju og óttan við hið ókunna. Hún skrifuð í sko sem einhvers konar svar við kaldastriði og óttanum við kommunisman, skilurðu, að maðurinn í næsta húsi gæti verið að það geimverða búin að taka sér bústaði á honum eitthvað illt, sem maðurinn í næsta húsi gæti verið kommunisti, skiljið, þú veist, það einhver ótti í samfélaginu og út frá því skapast þessi saga og það þessi ótti við hið ókunna, en svo náttúrulega, sko, í seinni tíða þá svona síðustu 15 ár þá ég, sko, að því að ég horfði þessi mjög mikið á kvikmyndir þá ég verið svona mikið sko að færa mig miklu meira, sko, inn í asíska kvikmyndagerðina og hún fyrir mig sko líka bara til að endur uppgöta ástina á forminu, að því að sko við vestræn heimi fylgjum ákveðnum lögmálum og höfum ákveðin skilning á tíma og rúmi og samfélagslegu viðmiðum og svo framvegis. Í Asíu önnur menning og þeir hafa annan skilning á tíma og það bara önnur samsetning á hlutum,
skilur, sem sprottin menningalega, sprottin á ákveðinni menningu. Og mér finnst að áhugaverðustu leikstjórarnir svona í seinni tíð hafa verið að koma frá Kóreu, Suður-Kóreu, Suður-Kóreu, ekki Norður-Kóreu. Nei, eins og fáið það. En svo Parasite, hvernig eftir hún? Já, en svo Bong Joon-ho sem gerði Parasite, stórkostlegu leikstjóri, og Memories of a Murder ekki síðri mynd, og svo hefur hann gert skrímslamynd, gerði Host, og sem algjör twist á skrímslamyndina, enn og aftur sagði fjölskyldu. Af hverju er hann svona góður leikstjóri? Hvernig myndir þú lýsa því? Hann er bara... Hvað enginn hann? Af hverju er hann svona góður í þessu? Hann hefur bara... Það er bara allt. Þú veist... Það er eitt að velja réttu söguna til að segja. Það er annað að hafa hæfileikan til að segja þá sögu. Og til að segja sögu er það ekki bara, þú veist, að sé framvinda. Heldur, þú ert líka að skapa einhvers konar tón og stíl, og hann er bara með þetta, skilur, hann er bara Bong Joon-ho er bara með sitt á hreinu, hann gerir bara hlutina stórkostlega vel, og hann, þú veist, ég meina Parasite er frábær kvikmynd, og umsnúningarnir í handritlega, ekki síst er handritið frábært hjá honum, og talandum hryllingsmyndir, Parasite er hryllingsmynd, af því að, ég meina, hún er skiluru, þú veist, hryllilega atburði, skiluru, það er bara, þú veist, þú veist, mér fannst Parasite á köflum jafn scary og Shining, bara, þú veist, bara þegar maður er komin onni í kjallarann og tvistin eru byrjuð og þú veist, átökin hefjast, skilur, og bara það að vera að fela sinn og, þú veist, þetta er óhugnaleg mynd, Svo líka fyndi. En svo er hann líka með ofboðslegan húmor. Já, og sérstök mynd. Og það er, mér finnst þetta einna skýrast í Memories of a Murder, sem er byggt á sönnu málmáli í Kóreu, og fjallar náttúrulega bara rannsókn, bara fjöldamorðingi, og það er þú veist, fólkið og löggurnar sem er að rannsaka það. En hún er nánast slapstick á köflum, skilur, húmorinn, sem maður finnur líka fyrir í Parasite, þú veist, það er svona, ég kalla ekki slapstick en dálítið svona ýktur húmor. Já. Og ef maður horfir á Memories of Murder, ef þetta verið amerísk mynd, þá myndi hún ekki ganga upp, skilur, þú veist, ekki í þeim tón sem hún er sögð, þú veist, að því að hún væri ekki í neinum tengslum við, þú veist, það sem við vitum amerískt samfélag. En að því að það er bara önnur viðmið í Kóreu, þá nær hann að blanda, þú veist, melodrama, hrylling, komedíu, svona dálítið slapstick í komedíu, saman í einhverja óbóðslega magnaða heild. Það er rosalega erfitt, maður. Get ég ímyndað mér. Já, og Varstu hissa þegar Parasite vann, Óskar? Nei, bara á engan hátt. Ég fagnaði, á löngu komin tími á að þú veist, að fólk bara viðurkenndi að svona nýsköpunin eða áhugaverðu hlutin sem við höfum ekki séð að koma frá Asíu. Og það er ekki bara frá Kóreu líka, þú veist, Japanir hafa náttúrulega langa kvikmyndasögu, þú veist, með Kurosawa og fleirum, en Kórea hefur svona, þú veist, það svona, hefur nördarnir hafa hort á kóresku myndirnar, en svona hinn almenni áhorfandi hefur ekki gert það, fyrir með Parasite. Og ég öfunda fólk svo mikið, þú veist, sem að horfa á Parasite, bara, heyrðu, ég var að horfa á fleiri kóresku myndir, þú veist, að ég er búin að horfa á þar allar, eða megnið af þeim, og bara fólk á svo mikið gott, svo erum við með, Park sem að gerir, þú veist, Vengeance-seríun og Oldboy og allan þann pakka, og gerir Handmaiden sem er, þú veist, ekki síðri mynd en Parasite, frábær leikstjóri, og
þú veist, og svo eru svona einstaka menn eins og Wong Kar-wai skilur Hong Kong sem að fólk þekki meira sem svona í, þú veist, ljóðrætni stemmingum í múti, svona ekki romantískari en svona, þú veist, ekki reiði sig ekki eins mikið á svona handrits twist og turn, sko en sko, þú veist, það svo sér maður eins og til dæmis sko nú vinur Nomadland og sem ég fannst alveg frábær mynd og Það sjá hana mitt. og Chloe sá leikstjórinn og fann náttúrulega leikstjóraverðunin. Hún rekur ætti sína til Kína og allar hennar myndir, þetta nú bara þriða myndin hennar, eins og síðasta myndin Rætir var líka alveg frábær og og hún kemur inn í, sko, og svo Minari sem var tilnefnd til Óskarsverðlaun líka skiluru, sem er svona, þú veist, kóreski hlutinn fluttur inn í amerískt samfélag skiluru en með sensibilityinu, þú veist, menningalegu áhrifunum og þú veist, maður sé bara, já, ok, þetta er bara, þarna þú veist, það er alltaf eitthvað edge einhver staðar. Það er einhver, þú veist, það er eitthvað sem er að kött í gegn og það eru sko kóresku leikstjórn náttúrulega fyrst og fremst en bara asísk kvikmyndagerð bara á rosalegu skriði og búin að vera það náttúrulega lengi en sko fólk bara fyrst að átta sig á því að því hún hefur verið dálítið svona einangruð kannski, þú veist, þetta eru stór markaðsvæði, stór menningarsvæði og en vestræn áhendur bara átt að segja, já, herrðu, það er lítið að gerast í evróskum, eða þú veist, vestrænum kvikmyndum, svona, þú veist, alltaf ein og ein, en svona, er eitthvað stöðnun í gangi, og sérstaklega í Hollywood. Þetta er bara Marvel-myndir. Já, ég meina, Hollywood er bara í mjög miklum tilvistarvandræðum í augnablikinu. Þannig að fólk að leita, og það svo áhugavert, að sko, fólk að bölva ofurhetjumyndum, þú veist, ég löngu búin að gefast upp á þeim sko, eða þú veist bara þegar þú komið með 15 ofurhetjur í einhverju banal tímaflakki og gemur í ofanlag, þá ég bara, þú veist, mér finnst sko origin stór sögurnar alltaf áhugaverðastar. Hvernig varð ofurhetjan að ofurhetju? Það persónulegt. Þú veist, það einhver úlingstrengur sem bitinn af kónguló og býr hjá frænku sinni. Það áhugaverð. Eða þú veist, hvað nú er. En þegar það ekki lengur en orginsaga, eða sem sagt, hvernig varð ofurhetjan til, breyttist úr venjulegri mannski í ofurhetju, að því það karakterstöf. Þegar þetta bara orðið bara frá fyrstu mínútu ofurhetjan eitthvað að berjast við eitthvað, þú veist, í teimi við eitthvað risaskrimsli, þá svona ég út, sko, það bara þú veist... Ertu búin að sjá það allar það? Það mikið það? Eins og Avengers myndin og svona, hljómar sér búin að sjá eitthvað? Jú, ég held ég að byrjað, sko, á eitthvað fyrstu, en þú veist, þegar það orðið hópmyndir, þá svona ég pín út, sko, þú veist, ég man alveg, þú veist, þessi bylgja var að byrja, þú veist, þá horfði maður alveg, þú veist, X-Men og fyrstu Spider-Man og allt þetta og Batman náttúrulega en það sem að Batman myndirnar hafa kannski að sko þær hafa haft sterkar leikstjóra og höfunda sem að hafa verið að gera þær myndir og þess vegna hafa þær verið áhugaverðar. Hvernig finnst þú Nolan sem leikstjóri? Kristofur Nolan? Hann rosalega mikill fagmaður eða þú veist, hann svona technically fire en sko mér finnst áhugaverðustu myndinarnas fyrstu myndinarnas, skilur þú veist sem kostuðu minni peningurunni Memento, skilur og allt þetta stöf, miklu áhugaverðara heldur en sko eitthvað svona rísa stöf sko. Sástu Tenet? Já, ég bara það ekki góð mynd mér finnst það svo leiðilegt ef ég á bara að vera alveg hreinskilinn og sko tölum persónusköpun. Ég veit það, þess að langum að spyrja út í hana. Já, en þarna einmitt, sko, þú veist, það komin að grunnatriðanum, sko, sem sagt, hver kjarnin? Þú veist, af hverju tengir maður við mynd og nennir að horfa á hana og fer í ferðalagi með persónum, af því að maður skilur persónunar, kannski ekki allt, en maður sko til í að sjá að takast á við áskoranirnar eða yfirstiga hindranir og maður tengir við þær á einhvern hátt. Það er einhver brestur í þeim sem það þurfa að læra yfirvinna.
eða sem sagt bara átt að sjá hver og verða betri manneskjum. En karaktersköpun í Tenet var engin. Myndin bara, sko, bara einhvers konar, ég veit ekki hvað hún og ég held að Nolan veit þetta ekki einu svona heldur, sko. En hvað heldur að gerist það svona mann, eins og Nolan? Við vitum alveg, hann hefur gert góða myndir, alveg fleiri en eina, eins og segja, hann fær, hvað sem klikkar? Mér finnst þetta svo skrítið. Að því mér finnst það svolítið mikið bara svona rungmynd, bara eitthvað svona tæknidót, eitthvað, fara aftur í tíman, eitthvað. Hvað í gangi? Þetta bara, þú segir rung, sko, þetta pínu svona, þú veist, ok, það talaði sko, sko, höfundurinn skiptir náttúrulega mjög miklu máli. Og það skiptir ekkert hvert sjanra þú getur alveg gert, þú veist, einhverja stórmynd sem með endalausum flugvélum sem springa og einhverju bölvuðu vesinni. Ef að leikstjórinn eða höfundurinn hefur eitthvað að segja og að sýna okkur eitthvað hið mannlega ástand, að þá ég alveg til í að fara í það ferðalag. En þegar það snýst bara að vera með einhver tricks, ég vil ekki nota orðið rung, þetta bara svona tricks eða svona gimmick, að þá það bara ekki nóg, skilur. Það alveg nóg að þú ferði í Universal Studios eitthvað rætt, skilur. En það ekki nóg fyrir kvikmynd, það bara ekki nóg. Og talandi tímaferðalag, bara tökum annað tímaferðalag sem ekki Back to the Future. Þú veist, ég menna, það 2 tímaferðalagsmyndir, skilur, eða eitthvað svona að vera flögt í tíma, og það eitthvað í húfi í báðum. Ég menna, sko, Marty McFly, skilur, þú veist, það allt í volley í fjölskyldun hans, þú veist, pappans búlíaður, hann, þú veist, fór á eitthvað audition og komst ekki í hljómsveitina og þú veist, það alveg ekkert skemmtilegt heimilislíf. Svo fer hann inn í fortíðina, flýgur þangað á bíl, eins surrealist og það og svo miðbyggi að, þú veist, þar hittir hann foreldrar sinn unga. Og að því við höfum hittu áður og við erum búin að sjá þau, sko, í einhvers konar ástandi. Það erfitt, hjónabandið í vandræðum, þú veist, það bara, þetta ekki skemmtilegt, skilur ástand. En þegar hann kemur í fortíðina, þá hittir hann þau voru ung, áður en lífið skall á þeim. Og þau öðruvísi. Þau eru fólk sem bjartsýnt og að verða ástfang. Þú veist, alls konar hlutir sem þau ekki í nútímanum. Og bara það, þegar hann átta sig á því að vera hans í fortíðinni, að breyta tímanum. Þú veist, miðpunkturinn í myndinni basically þegar hann lítur á ljósmyndina og þau feita út. Og hann átta sig á því, ég hér að hafa áhrif á framtíðina. Og hann fer að reyna að hjálpa að leiðrétta og með allan tíman. Þú veist, auðvitað sjarmerandi persónur, skemmtileg, fyndin, þú veist að nóg að gera, þetta brjála aksjón, skilurðu, en þú ert með karakters og sagan fjallar bara hamingju og ást og fjölskyldur og þú veist að þú veist hvað áhrif lífið hefur á okkur einhvern veginn, skilurðu, og en Tenet hefur ekkert af þessu. Ef ég væri spurður í dag, það ekkert langt síðan ég sá þá mynd, ef ég væri spurður í dag hvað myndin, ég myndi bara stara svona blankli á viðkomandi og jú, það leiði verið einhvern í einhverju hvelfingu. Það var flugvél sem keyrði inn í flugstöðabyggingu, þú veist, var það sko, þú veist, aðalpersónan var ofboðslega áhugaverð. Það var ekki sem nafn. Ég veit ekki sem hvað hann var. Sko, konurnar í myndinni voru bara, þú veist, voru ekki persónur einsinni. Þú veist, þetta var allt vont, allt. Og nú, þú veist, það ljótt að tala illa, en þetta var bara ekki nógu gott, sko. Ég 100% sammálaður. Mér leiddist eiginlega allan tíman, sko. Af því það alveg, eins og þú segir, ég bara svo hrifinn af persónum. Ég vil hafa karaktera. Ef ég ekki með karaktera, þá skiptir einhver máli að þú hendi 200 milljónum í það að láta ykkur að flugu, klessa okkur að byggingu eða fyrir mér bara einhvern veginn ekkert í húfi því mér sama allt í myndinni. Já, einmitt. En það eru sumir sem það segja, mér langar að bera þetta þig, það eru sumir sem segja, því ég hef rætt þetta í þessu podcasti, persónusköpun, mikilvæg þessar með góða persónur. Svo eru sumir sem segja, já, stundum ég bara til í mynd sem kannski bara eitthvað svona skemmtilegt andrúmsloft eða flott vibe. Já,
ég veit ekki alveg hvað það er sko Þessu kannski Tenet, þú ert með eitthvað svona tímaflagstótt, eitthvað svona, hún lúkkar flott, eða, þú veist, það er ekki nóg fyrir mig persónulega. já, ég veit ekki, jú, en svo náttúrulega fólk jafn misjamt og kvikmyndunar eru margar og misjafnar en það, þú veist, það horfir engin alveg eins og sum mynd, þú veist með fullansala fólki og engin að horfa, þú veist, það er eitt sem bara ránkólur augunum og leðendum og svo einhver annar bara grátandi af því að myndin tala beint við viðkomandi og það er líka sko þú veist sem sko kvikmyndagerðar maður, þá gerir maður fyrst og fremst sko myndir fyrir sjálfan sig eða sem ekki fyrir sjálfan sig heldur að reyna að segja eitthvað sem mann langar að segja þú veist, og maður reynir að hugsa ekki vinsældir eða þú veist, eitthvað svona praktískt fjárhagslegt eða eitthvað slíkt maður bara að reyna að gera eins vel og maður getur og reyna bara að varpa einhvers konar ljósi á mannlegt ástand. Það er bara einhvern veginn að búa til personur, þú veist, sína einhverja personur og svo áttu okkar á af hverju þær eins og þær og svo framvegis. Og ég upplifi, þú veist, ég reyna að gera eitthvað, þú veist, ég hef einhvers konar ásetning með þeirri sögu síðan að segja. Svo bara einhver út í bæ, þú veist, eða út í heimi sem horfir á verkið og tengir við það eða tengir ekki við það, skilurðu og ekkert sem ég er að segja tala beint til þessa einstaklings en svo einhver annar sem tekur bara svona fær bara beint eitthvað svona opnar eitthvað, skilurðu, af því að það tengir við reynslu karaktersins eða þema sem verið er að fjalla skilurðu, þú veist og sko sterkasta svona, þú veist, af mínum verkum sko sú mynd sem hefur farið víðast eða það verk sem hefur farið víðast og lifað svona, hvað ég segja, svona sínu lífi og lifir ennþá Málmhaus og sem var mjög persónuleg mynd fyrir mig og bara mjög einföld saga sem fjallar bara sorg og sorgaferli og hvað leiðir finnum við til að þú veist, mismunandi leiði til að vinna úr sorginni og þetta bara sagði fjölskyldu, þú veist margir hugsa bara að þetta myndi þungarokk eða eitthvað svona, þetta eitthvað, þú veist, en þetta bara mjög einföld saga fjölskyldu í sorg og myndin sko ferðaðist, hún seldist vel erlendis eða sem hún sýnd við á svona og sérstaklega í Asíu þú veist, á Filippseyjum og í Tævan og Kóreu og fleiri stöðum og ég fór að fá sko stöðug bara mjög reglulega, bara oft í viku svona kannski 2 til 3 ár eftir að myndin kom og stundum gerist það ennþá þar sem ég fæ skilaboð frá einhverju fólki í gegnum samfélagsmiðla sem að bara, þú veist, segir mér bara frá sinni eigin reynslu sínum eigin harmi og sinni eigin sorg sem það gekk í gegnum og hvað myndin speklaði það og hjálpaði því og svo framvegis og og þú veist, það þá hugsa maður bara sem sögumaður að þá fær maður svona heitt í hjartað að hafa gert eitthvað sem að hjálpað fólki eða, þú veist, fengi fólk til líða að vera ekki eins og að það væri eitt einhver staðar eða tengdi við eitthvað og það er opbáslega gefandi, það er rauninni það mest gefandi sem maður fær sem leikstjóri er að hafa jákvæð áhrif á fólk eða hjálpa fólki á einhvern máta eða fá fólk til að sjá hlutina í einhvers konar samhengi og verða betri manneskjur eða hvernig sem vilt orða það og mann þykir svo ofbóðslega vænt það og mér finnst til að svara þessari spurningu þá ef þú eyðir svo miklum tíma og peningum og orku, ekki bara þín eigin heldur allar það sem að vinna með þér
í að gera eitthvað sem að í sjálfu sér skiptir engu máli. Í sjálfu sér. Já. Ég ekki að segja að Tenet skiptir ekki máli fyrir einhvern, en ég á mjög erfitt að koma auga á það, hvað það í myndinu sem gæti haft tilfinningalega áhrif á einhvern. Til sammála. Þannig að sko, ég held að Nolan í þessu samhengi fá ekki skilaboð frá 14 ára stúlku í Filipsheim sem segir bara takk, þetta í fyrst skipti sem að ég sé tilfinningar mínar í kvikmynd. Nei, ég meina bara það gerist ekki. Nei, ég trúi. Og ég meina, eins og með Málmhaus, að þá, þú veist, ég fæ skilaboð að hún var á, verið að sýna einhverjar íslenska myndir í Bíóparadís, tengslum við Riff eða einhverja kvikmyndahátíð. Já. Og ég fæ skilaboð, sko, að, hvort ég geti komið í viðtal, sem sagt, seinnipartin upp í bíó, þessi finnskur menningablaðamaður, nei, fyrir ekki, þetta var í hvað heitir? Stúlurður. Tónlistarhátíðin, Ertu að tala Airwaves? Já, þetta var Airwaves, tengsl við Airwaves. Og þá var að sína einhverjar myndir á svipum tíma. Allavega hann kemur einhver menningablaðamaður, finnskur, sem að, vildi taka við mig viðtal og út af mynd, því að var einhver tónlistatenging í myndinni. Og ekkert mál. Og hann er víst ekki búinn að sjá myndina, hann ætlar að sjá hana 2:00 eða eitthvað, hún síðan 2:00. Og já, ekkert mál, við getum bara verið komin upp í bíó, bara 3:30 eða eitthvað. Svo mæti ég upp í bíó og ég sest niður og fæm kaffi og sita hann í Bíóparadís og svo kemur þessi maður og hann er bara hágrátandi. Og ég bara svona, þú veist, og hann spyr mig hvað ég segi ég og kynni sig og sest niður og hann er bara hágrátandi. Og fyrst í hálftíminn af viðtalinu fer að segja mig sögun á bróður sínum sem dó. Og ég bara svona, og þetta var svo, magnað augnablik að sjá viðbrögð áhorfenda við einhverju og það talaði svona sterkt og hann tengdi bara mjög mikið við söguna. Af því hún missir bróður sinn. Já, og bara, þú veist, og hvernig bara fjölskyldan hann sjálfur eða, þú veist, Hera í myndinni og hennar fjölskylda díla við þá sorg og svo framvegis. Og þetta, mér þótti svo vænt þetta að Ég skil það. að þetta hefði svona mikil áhrif á hann og notabene þá erum við bara bestu vinnur í dag, hann kemur reglulega til Íslands og skrifar mikið greinum menningu, kemur alltaf á Airwaves og svona stærri menningablaðamennum í Finnlandi. Okay. En sko, þú veist, þá fær maður í rauninni, sko, þá það allt þessi virði, skilur við, þú veist, og fyrir alla, þú veist, þetta ekki bara ég, því að svo allir hinir sem að gera myndina með mér, sem að fá kannski önnur viðbrögð frá öðrum, skilur og svo, sem að fá þetta í hjartað. Og það svo mikilvægt að nálgast ekki í verkin á forsendum markaðarins eða gimmikana eða sjönrunar eða dreifingarsamningana eða peningana eða launana sem þú farið eða hvaðan þú að því að sko, þú veist frumdræfið á alltaf að vera reyndas ávarpa manneskjun á einhvern hátt, sko. Hafði eitthvað að segja. Þú veist, og reynda að gera það á einhvern persónulegan máta. Og En sem Málmhaus, bara fyrir ekki, eitt með hana, mér fannst þú líka fjallast mikilvægi þess að vinna úr áföllum. Það rannsjómar. Myndir ekki alveg segja að það var eitt af svona þeman í myndinni? Já, af því að sorgin, sko, sorgin eitt og svo hvaða leiðir finnuru, eða sem hvaða leiðir finnuru eða tól notaru til að vinna þig út úr sorginni. Sko, það sko grunnhugmyndin að Málmhaus sem sagt, að frænka mín, ég sem sagt fæddur, ég uppalinn á Súðavík og svo fellur snjóflóðið 95 og frænka mín, við systkinabörn, hún sem sagt missir
dóttur sína og tengdaforeldra og þú veist, og hún fer að hún vinnur sig, þú veist, eitt af því sem hún notaði til að reyna að vinna sig út úr sorginni að mála. Það er sem að byrja að mála, aldrei mála aður, byrja að mála málverk. Já. Og það er hugmyndin að Málmhaus, sem sagt að nota list, sem sagt persóna notar list til að vinna sig út úr sorg. Getum við nota, er listin tæki sem að hefur einhverja aðra funksjón en bara fagurfræðilega eða eitthvað slíkt, skilur þú veist, getur hún orðið að einhvers konar hjálpatæki sem hún þú veist, ef að vel er gert. Og hver er ástæðan fyrir að valdi Þungarokk? Og svo það ég, sko, þú veist, ég byrjaði að hlusta á Þungarokk bara ungur og var bara svona Málmhaus, skilur, framöndið 20 og er það enn náttúrulega, skilur, maður hætti aldrei á Málmhaus. Þannig að ég sko svona mission statement, maður setur sér alltaf einhvers konar mission statement við öllum sínum verkum. Þú veist, maður reynir að endurtaka sig ekki, maður reynir að búa til eitthvað nýtt eða setja sig einhverjar hindranir eða eitthvað, þú veist, þú gerir eitthvað og svo eitthvað, þú veist, það eitthvað action, þú býr eitthvað til og það eitthvað reaction. Bara eins og kvikmynd alltaf action, reaction, stöðut. Þannig að sko, eftir þú gerir eitthvað, þá setur þér eitthvað, það eitthvað mission statement fyrir næsta verk. Og mission statementi fyrir sko, Málmhaus var, ég var búin að vera í sko 4 ár í vaktaseríunum og það sem við vorum bara að mörguleiti náttúrulega fjalla sko, þú veist, ofbeldi að einhverju leiti skilur eða áhrif uppeldis á fólk og hver við verðum og svo framvegis og rjúa vítarhingi og annað sem er eitthvað sem þú veist, er svona í flestum mínum verkum, en þar var ég búin að vera í kallmennskunni, semst að sko kallmennskuna og þú veist, þá dýnamík og hlutverk kallmennsku í persónu uppbyggingu eða þú veist í persónu germanna og búin að vera náttúrulega í þessum hóp og búin að vinna mjög mikið saman og mjög lengi náttúrulega, þú veist, seríunar ég man ekki hvað 30-40 þættir eða eitthvað og svo myndin að mér langaði sko algjörlega skrifa aftur og bak, setjast fara aftur í það sem ég byrjaði að skrifa og vinna að þú veist, bara skrifa mitt handrit að bara sitja einn og skrifa þú veist, vera bara höfundurinn bara fyrir framann skjáin og skrifa bara mitt handrit og gera eitthvað sem að væri bara algjörlega sprott út frá mér eða þú veist, minni fjölskyldu eða mínu nánustu umhverfi þannig að sko þessi hugmynd list sem tæki til að vinna úr harmi eða sorg versus sko, þú veist mín persónulega reynsla alast upp í samfélagi litlu samfélagi, þú veist, líða kannski stundum eins og maður væri öðruvísi eða utanveldu en samt finna hvað samfélagi skiptir miklu máli að sko Málmhaus í essensinni Málmhaus er að þegar samfélagi kemur saman skilur og þá er þetta að yfirstíga þegar fólk kemur saman, skilur, og ekki bara fjölskyldan heldur bara allir, þegar allir hjálpast að þá getum við haldið áfram og þá verðum við sterkari og þannig að sko, þú veist, þá er bara þessi svona samheldni eða samhugur og bara, þú veist, að sjá þessi til dæmis heima þegar eftir flóð 95, sko, hvað fólk stóð saman, sko, þrátt fyrir að væri ekki eins og komin almennilega áfall að hjálpa þeim tíma, þú veist, bara hvað fólk stóð þétt saman og vann sig saman í gegnum hlutina. Það er svo mikið fegur í því. Það er svo fallegt. Þannig að þú veist, og ég man alltaf tilfinninguna, sko, þú veist, ég var búin að reyna að finna sögu til að segja þessa sögu, þú veist, að því að satt í mér þessi vannmáttur, þú veist, þegar nóttina þegar ég heyrði af flóðinu, pabbi hringir í mig og hafði heyrt í frænda sínum sem hafði verið að vinna nóttina og hafði aðeins farið út fyrir þorpið og sagði hann að flóðið fallið hvað maður var vannmáttuður að geta ekkert gert, maður gat ekki, þú veist, ég var staddur í Reykjavík, skilur, þú veist, það var ekkert sem ég gat gert, þetta var svo hræðilegt, sko, og þannig að sko,
mitt mission statement fyrir Malmhus var að gera eitthvað sem væri persónulegt og Hera Karlsdóttir, aðalpersonin í Malmhus ásamt foreldrum hennar og mörgum öðrum karakterum er á einhvern hátt ég, sem sagt það element í öllum karakterunum eitthvað sem að ég finn í sjálfum mér, sem sagt það var mission statement, að infjúsa í alla karakterina eitthvað úr sjálfum mér, eitthvað sem að ég tengdi við, eitthvað sem að væri einhvers svona refleksjón á einhverju mér. Þannig að Malmhus persónlegasta myndi mín, þótt að persónin sé kona og svo framvegis, og það var líka það að mér langaði að vinna með konur, að því ég var búin að gera vaktaseríurnar, þú veist, það sem var rosalegur fókus á karlmenn, og ég sagði bara, nú bara næstu 10 árin þá er bara konur í öllum aðalhlutverkum eftir þetta, sko. Þú veist, ekki það að hitta að vera eitthvað slæmt. Nei, ég skilji, bara þetta til. Þú veist, líka bara, ég þurfti að finna, þú veist, eitthvað nýtt, þú veist, að fylla lunguna af einhverju nýju, skilur, og það væri einhver áskorun. Sko. Þannig að þú vissir þegar þú byrjar að skrifa Malmhus, þá vissir að þetta er kona. Þú varst búin að ákveða það í rauninni. Já, svo var nefnilega annað, sko, sem þetta, sko, fólk spyr oft hvernig verða hugmyndi til og stundum þarf maður að grafa djúpt og já, þetta kom þarna, þessi sagði mér þetta, ég sá þetta. Þú veist, maður er alltaf að safna. Maður þú veist, partur af þessu svo sko að maður er stöðugt með skilningavitin opin, maður er alltaf að taka við einhverju. Algjörlega. Þú veist, og maður bara, allt verð getur orðið að sögu, allt getur orðið element í sögu. Þú veist, allt fólk sem maður hittir, allt sem maður upplifir að sér eða lesa eða hvað. Og eitt af því var sko í hausnum á mér einn daginn fyrir sko 10 árum áður Malmhus var gerð. Já. Þá kemur svona, nú ætla ekki að tímasetja, það var mörgum árum áður. Þá var til svona mynd í hausnum á mér. Ég bara, það kemur svona eitthvað mynd sem var bara svona ljósmynd. Já. Sem var eitthvað svona 12 ára stelpa, eða eitthvað svona barn úlingur. Og hún var í leðjökka, hún var alltaf stóra á hana. Og hún heldur á svona flying waff-gítar, svona, sem er alltaf svona pointy fyrirbæri, þú veist, ekki svona ávalt, þetta pointy, fyrir aftan hana eru beljur, og þær eru svona ávalar, og þær eru júur, og þessi stelpa, þessi úlingur stendur með hana gítar, og það eru svona beljur í kringum hana, og ég bara svona, wow, það er eitthvað óbærslega fallegt um myndina, það er eitthvað áhugavert öðruvísi, það er einhverju kontrastar, það er eitthvað sem er hart, það er eitthvað svona, þú veist, gattar, gítar og þetta sem er svona eitthvað svona, já, sem maður tengi við eitthvað svona hart og eitthvað svona kannski óþægilegt, en svo er þess ávölu móðurlegu skepnur sem að eru jarðarlegu skepnur sem að eru kýrin sem eru, þú veist, gefa okkur mjólk og afurðir og allt þetta. Og þessi mynd var alltaf í hausnum á mér. Og ég bara, hver er þessi stelpa? Þú veist, í hvað aðstæðum er hún? En þarna sá ég strax, sko, gítarinn er þungarokk og beljurnar er sveit. Þungarokk og sveit. Þannig að það, þú veist, bara í myndinni, ég var ekki með að analysera, hún var bara alltaf í hausnum, það var svo flott mynd og ég var búin að reisa hann á blað og eitthvað. Svo, ef maður er alltaf að reyna að finna þú veist, pæli einhverjum hlutum og svo einn daginn eru þessi 10 element sem eru að fljóta í haustum á manni þá svona gerist eitthvað og þau læsast saman og punkturinn var, þú veist, það sem þessi læsing ég var að kenna svona leiktúlkunar workshop upp í LHÍ listaháskólanum. Og þar var ég með alla nemendurnar í bekknum, þau öll áttu að búa til karaktera og svo ætlaðum við að skapa einhvers konar kvikmyndaverkefni upp úr því, sem taka upp einhver senur og svona. Og þar var einn nemendur, Þorbjörg Helga Dýrfjörð og Nobba var einn af nemendunum. Og hún býr til karakter sem er svona, bara eitthvað fótboltastelpa, keppi í meistaraflokki í fótbolta eða eitthvað, minnum mig, svo fótbrotnar og getur ekki keppt og fyrir að, þú veist,
en hún hegðar sér svo úlíkur, hún er samt alveg í meistaraflokki, fullorðin manneskja, en hún svona bregstu umhverfi sínu sko svona reið, og þú veist, það er eitthvað svona í umhverfinu eitthvað, þú veist, eitthvað, hún hefur einhverja harma hefna og eitthvað. Og svo erum við bara að taka upp einhverja senu eða spinna einhverja senu, maður ekki hvað við tökum eða spinna, og þá allt í einu, þú veist, ég bara að horfa á hana, leika, og þá allt í einu, búm, kemur upp þessi mynd, stelpa með gítar, og að því að þú veist, hún hefði sem svo barn, en hún var orðin fullorðin. Og það var eitthvað svona rebelismi sem bara, ég kallaði fram þessa stelpu hennan úlingi eða hennan hvað hann með gítarinn og beljurnar og bara búm, sagan var til. Sem því bara, aha, hún gæti verið þessi stelpa með gítarinn. Hugsaði ég. Og ég fyrir heim og bara, þú veist, á mjög skömmum tíma verð bara þessi saga til. Sem sagt bara í rauninni þann dag eða kvöldið eitthvað, að þá bara verður til saga stelpu sem er svona utanvelt í sveit og ég hugsa bara, ok, hver foreldrar hennar, skilur, hver er situasjónin, skilur, þú veist, hvað keyrir þess að söga áfram, því að, þú veist, situasjón er, þú veist, fjölskyldi í sveit, stelpa sem þungarokk, það er ekki saga, það er bara einhver aðstæður. Eða eitthvað umhverfi eða eitthvað svona, þú veist, það er ekki fyrir maður að finna einhverja vél, einhverja maskinu sem að keyrir sögun áfram, sem að það verður til saga, skilur. Þú veist, þú verður að búa til maskinuna sem að bara, allt keyrir, eða þú veist, keyrir allt áfram. Og það er bara, sagan sem ég heyrði því að var krakki heim í Súðavík drengin sem að lendi í vinnuvélagslýsi í sveit sem festir flettst á höfulegri í svona drifskafti, opnu drifskafti eða svona ókáfriðu drifskafti og þú veist sú saga kom kannski að því að fór að hugsa sveit hvað veit ég sveit, skilur, ég er ekki úr sveit ég er úr litlu þorpi, en það eru sveitabæjar allt umkring þú veist, foreldrar mínir úr sveit, þú veist, maður náttúrulega, þú veist, tekki fullt af fólki sveit, þau hefur verið í sveit, svona komið sem gestur eða, þú veist. Þú veist, með ykkur að tengingu við sveit. Já, ég menna það var bara sveitabæir, það var bara, þú veist, út svefnherbergisgluggan hjá mér, skilur, var bara tún, rollur og fjárhús, skilur, þú veist, þetta er lítið samfélag, sko. Þú veist, Súðavík er svona samblanda sveitasamfélag og sjávarútvegsþorpi. Og þetta var einn sagan sem kom, þú veist, hvað veit ég sveit, hver er mín reynsla af sveit, allt þetta. Og þegar þessi saga kom upp, þá var ég komið vélina, sko, því að ég segi bara, ok, það er ekki hún er aðalperson, hún deyr ekki, skilur, bróður hennar deyr, skilur, því ég var líka að hugsa, þú veist, hún er stelpa, hvenær byrjar hún að hlusta á tónlist, er það gegnum foreldra sína, þú veist, að þetta er inn í 80s, hún er í sveit, hvað aðgengi er hún á þungarokki, skilur, þú veist, og eitthvað svona, það gerum bara ein kannski og það er kannski 2 plötur eða eitthvað, bara eins og ég kefti, viðstu, Iron Maiden plötuna mína, þá var ég bara einhverju sjoppu og sé bara kápuna námbur að þau býst svona upp í hillu bara og þetta var svona grafísk myndum, þú veist, eitthvað og bara, wow, ég var að kaupa þessu plötu, skilur. Og þá sé bara, já, hún átti eldri bróður, að því að yfirleitt, sko, fyrir að hlusta á músík í gegnum eldri bræður eða frændur eða eitthvað slíkt, skilur, eða frængur eða mæður eða feður. Þannig að hún átti eldri bróður, þaðan fær hún músíkina, þar, þú veist, hún og hann deyr og þetta er saga með þessa fjölskyldu, hvernig dílar hún með þessa sorg, skilur, og að læsast inni með þessa sorg, að vera frosin í tíma. Og þetta er svona frostmark, það var einn vinnitillin á sögun á tíma, sko, að þetta er þetta frostmark, þú veist, fyrir niður 0 gráða frís allt, og þegar við komum inn í söguna eftir slysið, mörgum ára seinna, það var allt frosið. Þau eru allt frosin, skilur við. Það verður ekkert breyst, þau er ekki unni, en áfallið hefur ekki verið ávarpað eða unni úr því. Og þau eru frosin og það þarf bara þessa 1 gráðu sem er bara frá -1 upp í 0 til að allt byrja að þiðna. Og allt sem að Hera gerir í sögunni er að reyna að búa til þessa 1 gráðu, skilur við, að hita umhverfið sitt. Og hún kann það ekki, hún veit ekki hvernig að gera, hún, þú veist, lendir í slagsmálum á balli, þú veist, hún er að stela úr traktor, og hún sefur hjá, þú veist, æskuvinnu sín, þú veist, ögrar prestinum, þú veist, hún er stöðugt að finna leiðina,
og það er ekki fyrir hún heldur hún hafi bara brent allar brýra baki sér eftir hún kveikir í kirkjunni og heldur bara til fjalla eins og einhver útilegumannskja útrækur mannlegu samfélagi að hún heldur að allt sé búið en það að kveiki í kirkjunni var þessi gráða, skilur við, af því að í gegnum það þá kom allt samfélagi saman. Þannig að þú veist, það er svo margt sem að púslast í eina mynd og maður getur aldrei sagt, sko, hvernig verða hugmyndir til og svo kemur fullt af frábæru fólki, skilur við, þú veist, hvort sem að séu leikararnir í þessu tilviki, þú veist, eins og Obba, Dóra Geirharðs, Ingvar, Hannes Óli, Sveinn Ólafur, þú veist, Sissa, þú veist, allt þetta fólk sem að bara svo tekur þetta og þú veist, lætur þetta lifa, skilur við, klæðis í þessa karaktera. En hvernig er það þitt ferðla því þú ert með þessa hugmynd, þú sást fyrir þessa mynd og ert komið með eitthvað svona, eins og segir, með þessa sorg, komið eitthvað svona grunnina eitthvað hugmynd. Svo sestu niður og þú þarf bara að skrifa það. Ertu þá að átlæna alveg sögun alla eða byrjar það bara á fyrsta draftinu og sérð hvert það leiði? Sko, svona þegar maður var að byrja, þú veist, ég sko byrja svona að fikta að skrifa kvikmyndahandrit fyrir sko tæpum 30 árum. Og þá svona maður óþolumóður og er á hraðferð. Og þá svona fann maður einhverja hugmynd og bara, byrja bara að skrifa sena 1, inni, first, whatever. Já. Og svo eftir 15 blaðsíður þá maður bara, stopp, skilur þú veit ekki hvert maður að fara. Þannig að eftir að skrifa, þú veist, 10 þannig, þú veist, þá sem maður, byrju, róaði þú voru að mappa hlutin út, skilur og það, þú veist, það er ekki fyrir hún finnur þess að vél sem kerir allt áfram að þú sér fyrir þér sko fyrstu mynd, hvernig myndin byrjar veist hverju vélin hvað kerir hann áfram, hvað vill persónan og hvað hann að reyna að gera og hvað átökin og hvað þarf hann að laga í sjálfu sér til að gangi upp og svo framvegis, skilur hún eða þau eða hversu margar sem það eru og svo sérðu fyrir þér lokin, skilur hver er endirinn, hvernig endar þessi saga, skilur er þetta, þú veist, er þetta pósitífur endir, hetjan sigrar, er þetta tragedía, skilur, þú veist, allt missefnast, skilur, eða, þú veist, fer á vestaveg, þú veist, þú voru að vita, þú veist, þessa hluti, þú voru að vita upphafið, vélina, hvað keirir hann áfram og hver, það ekki að vera búin að búa til öll atriðin, en þú veist hvað keirir sögun áfram og hvernig hún endar. Þegar þú veist þetta, þá getur þú sest niður og byrjað að vinna. Þú veist, þá getur þú farið að smíða allt út frá þessu, þú eru að vita hvað sagan er. Þú veist, bara hvert að fjalla. Í Málmess þá var ég bara að fjalla sorg og sorgaviðbrögð. Og þú veist, einmitt, hvaða tæki notum við til að vinna úr því? Skilur þú, hvað þarf til? Þú veist, er hægt að vinna úr henni? Og hvernig? Þú veist, með hvaða ráðum? Og við erum allir mismunandi, skilur en getum við fundið, þú veist, einhverja sameiginlega leið. Og ég vissi það væri þemað að enginn er einn. Við vinnum, við getum ekki unnið hún einn, við þurfum aðra. Ja. Og allt sem eftir kom er út frá því, skilur þú veist, einhverju konsepti, einhverju þema sig. Þannig að þú skrifa ekki alveg alla söguna í einhverju vördskjali. Nei, en þetta, þegar þetta kemur, þá veit ég að þetta gengur upp, skilur þú veist. Svo er vinnan mín að komast frá A til B, eða þú veist, búa til þessar vörður á veginum, skilur, eða þú veist, á þessari leið. Og þú veist, en það er mjög misjæmt, sko, hvernig hlutin gerast, hversu hrattir gerast, ég meina sumar sögur, þú veist, maður er með einhverja sögu, maður veit þetta er saga, en það vantar eitthvað, það er eitthvað element sem er missing. Og maður byrjar að vinna það, en það er eitthvað, nei, ég var á bráður, skilur, ég byrjaði að vinna áður en að öll elementum voru til staðar. Allt sem þú veist þurfti til að maður bara gæti klárað verkið. Þannig að þá setur maður til hliðar, lætur að marinerast og þú veist, flestir hlutir, þú veist, taka, þú veist, ég menna, það er mjög sjaldgæft að maður gerir kvikmynd, bara ákveði, þú veist, 1. jan, ég ætla að gera kvikmynd á árinu, þú veist, þetta er alltaf eitthvað sem maður byrjaði að hugsa fyrir mörgum árum eða jafnvel 20 ára, skilur, þú veist, þetta er stöðut, en þess vegna er maður alltaf með svo marga hluti í gangi í einu. Þú veist, ég er alltaf að vinna
Já, alls konar verkefnum. Já, ég að vinna í mörgum handritum og sífelldasafn í Sarpin. Ég var að klára handritum daginn sem ég skrifaði með Snjólaugu Lúðvíksdóttur og Magnúsi Leifsinni sem verður leikstjórinn af því. Það fyrst getið sem ég skrifa eitthvað ekki ætla til minnar leikstjórnar. Já, ok, þú ert ekki á leikstjóra? Nei, og sko grunnurinn að því var handrit, ég skrifaði kvikmyndahandrit fyrir 20 árum síðan sem að fór svo bara í skúffu og þú veist, það var búið að skrifa handrit það var alveg bara handrit var það fyrsta draft? Já, fyrsta draft, okay. 120 blaðsjur, en það var búið að vinna dramaturgíuna, þú veist, sagan var til staðar, DNA-ið var til staðar og vélinn var til staðar, svona allavega svona grunnurinn að vélinni. Svo bara á þeim tíma var þetta verkefni sem að, þú veist, hefði verið mjög dýrt í framleiðslu á þeim tíma, þú veist, og svo bara gera stærri hlutir, þú veist, fór að gera börn og foreldra og upp úr því vakt, þú veist, og bara ýmislegt gerist. Þannig að þetta er bara eitt af þeim verkefnum sem enda í skúfunni. En það var alltaf þarna. Þetta er alveg gott stöf. Þetta hverfur ekkert. Svo sá ég frábæra stuttmynd eftir Magnús Leifsson, byggt á smásögu eftir Dóra DNA sem að ég bara nokkri góðu dagar í Eyjafirði þetta ég hún að veiti ekki alveg nógu titill mann hann ekki okay. En myndin var frábær og fekk Edduna í fyrra sem besta stuðmynd og ég sé þessa mynd og allt einn bara ég sé þessa mynd þá svona fjúsast í haustum af mér stíllinn á myndinni og hún var frábærlega leikinn vel leikstýrt gerð fyrir lítinn pening, skilur en leikstjóri greinilega á höfundur sem að vissi hvað hann að gera og af tónn í henni og mút og eitthvað svona fílingur og bara kviknaði strax á svo handriti sér átt í skúfinni og svo bara, hei, þessi gæi geti gert þessa mynd. Þú veist, já, hann er bara, ég var ekki að gera þessa mynd, þetta er hans mynd, eða þú veist, þetta er hans verkefni. Já. Þú veist, hann er miklu betur en ég að gera þetta, þú veist, hann er með eitthvað sem að hann kann, þú veist, að því við erum öll mismunandi. Algjörlega. Og bara þú segi, hann myndi gera geðveikamynd úr þessu. En eins og fyrir þig þá, því þú ert leikstjóri, þú ert handriðshöfundur, framleiðandi, segjum síðan að þetta verkefni er væntanlega bara svona hálfgerðu frumstigi núna. Nei, svo ég þekkti mann lítið sem ekkert. Og hafði bara séð myndin í Bíóparadís og ég sendi hann línu og segi, heyrðu, ég með handrit, ég sá myndina ég með handrit sem ég skal senda það að þau eru áhuga að lesa, kannski er þetta eitthvað sem eru áhuga að gera. Ég sendi það og hann bara frábært, en hann sá sína leið með það að honum langaði ekki að gera kvikmynd úr því, heldur langaði að gera sjónvarpsseríu. Okay. Og ég veist bara, já, ok, myndin skrifu fyrir tíma sjónvarpsseríu á Íslandi, þú veist, ég menna þú veist, 2001, það er bara ekkert verið að gera nema bara sketsa þetta eða eitthvað slíkt og ég segi bara já, ok það þýðir nú slatta vinnu, þú veist og hvernig ég á að gera það og við hittumst og ég segi, ég vil fá ég til ég að gera það með þér ég til ég að skrifa handritið að sjónvarpsseríunni og ég vil fá annan höfund með mér ég vil fá höfund sem er nær hinni aðalpersóninni þetta er svona, ég ætla ekki að fara út í sögurþráðin allavega, ég vil fá konu svona, þú veist, sem að hefur svona comical talent og svona getur komið með þetta touch til að bara gera þetta meira juicy og við fáum Snjólaug Lúðvíks með okkur sem er svona stand-up og handritshöfundur og Snjólaug, við skrifum bara handriti, við bara, þú veist, leggjum þetta niður og með Magga og bara svona útvíkum söguna út frá þessu handriti sem láti grundvallar, þú veist, það nýtist mikið af því, en þú veist, þessi sjónvarpssería miklu lengra og fleiri karakterar eða svona farið dýpra í persónur og þú veist, þetta verður bara sín eigin saga og og handritið er tilbúið og vonandi verður bara gert núna einhvern tímann á komandi ári ef að Guð og lukkan leyfir ef að
eða þú veist, kvikmynda almættið, eins og við kallum það, sem peningar og alls konar, þú veist að allar stjórnundar einhvern veginn ræðist upp rétt, að maður ekki geti gert þetta og eins og ég segi, þú veist, þetta bara handrið sem ég skrifa fyrir 20 árum, sko. En mín spurning til þín þá, ok, segjum eins og segi, kvikmynda almættið, þetta verður gert. Það verður sjónvarpssería, þið farið í tökur bara næsta ári eða eitthvað, þess ári eitthvað. Að því þú skrifar þetta líka, þetta upplega þín hugmynd. Núna annar að fara að leikstýra, en handritshöfundar eru oft á setti. Já. Eða mjög oft. Stundum, jú. Þannig að þegar þú ert á setti, ég reyna að ímynda mér, þú kannski getur ekki svara svakast núna. Nei. En ef þú er á settinu og maður gerir eitthvað að leikstýra, að þú ert leikstýra sjálfur, verður erfitt fyrir bara svona eitthvað, ég ætla ekki að segja neitt, mér langar svona að gera þetta öðruvísi. Nei, ég held ekki, sko. Ég aldrei, maður veit ekki, ég hef ekki upplifað það. En sko, ég náttúrulega, þú veist, ég náttúrulega verið hinum einn. Þú veist, ég skrifa handrit og leikstýrt og svo framvegis, skilur. Ég veit alveg, að þegar komið á sett, að þá bara einn leikstjóri. Það einn sem þarf að taka allar ákvarðanir. Og hann gerir það náttúrulega í nánu samstarfi og samtali við aðra, skilur, en tekur loka ákvörðunum hluti og stýrir því skipi eða farastjóri í þessari ferð. Og ég held ég bara eftir að hafa skemmt mér mjög vel. Og bera virðingu fyrir að hann sé að leikst. Og það með allar, þú veist, við Snjólaug, sko, þú veist, mitt afstaða, því að ég veit alveg hvað, þú veist, ég er búin að gera mikið, að ég bara, þetta þitt verkefni, þetta hans verkefni, sko. Þú veist, við erum höfundarnir, þú veist, ég og Snjólaug, við skrifum handritið og Maggi mjög involverar í það, skilur þú veist, og les og kommentar og við breytum og lögum, en hann sér loka ákvörðun með allt, því hann skipstjórinn þessari skútu. Ég vil að hann geri það verkefni sem honum langar mest að gera, ekki sem mig langar mest að gera. Þannig að, þú veist, ef það kemur upp, sem að vísu hefur eiginlega ekki gert, en jú, það kannski eitthvað svona smáatriði. Það sem að, þú veist, ég ger eitthvað eða Snjólaug ger eitthvað og Maggi vill gera það einhvern veginn öðruvísi, að þá ræður hann. Já, hann fær ráð. Já, hann hefur bara final cut. Hann hefur bara, þú veist, leikstjóri þarf að hafa final cut, skilur. Hann þarf að sjá þetta ganga upp hjá sér, af því hann þarf að stýra fyrirbærinu. Ef að fólk sko, vel samstillt, þá kemur aldrei til ágreinings stóra hluti. Þið bara ræðið þetta og finnum. Já, ég meina það bara með allt. Ég meina, ég gerði sjónvarpsseríu fyrir 4 árum sem hét Fangar. Og það hugmynd það var hugmynd sem að Unnur Ösp og Nína Dögg komu með, þær smíðuðu að skoða líf kvenna í fangelsum á Íslandi. Og bara, þú veist, og þær fóru inn í þann heim og kynntu sér hann og kynntust konum og bara, þú veist, inspiriruðust að vildu láta gott að sér leiða, vildu bara gera eitthvað gott, reyna að varpa ljósi á einhverja meinsemdir, þú veist, og allt þetta. Þær höfðu samband við mig, hvort ég hefði áhuga að leikstýra því. Var handrið til? Nei, þetta var bara hugmyndin. Okay. Og ég bara sagði, mér finnst þetta mjög spennandi, þetta fyrir meirinn 10 árum, 12-13 árum síðan. Og ég bara mjög spenntur, sagði bara, ég game. En sko, gerið þið allt sem þið getið. Þú veist, bara byrjið að skrifa, þú veist, bara, þú veist, ég bara á kantinum, ég bara til staðar, skilur, ef þið vilt að lesa, að kommenta, en farið þið, þú veist, búið þið til ykkar á þessum frumstigum. Þetta átti að vera sjónvarpssería, þú veist, það bara, þetta langur vegur og þú veist, ég vildi ekkert vera þælast fyrir þeim á þeim tíma, skilur, ég vildi bara þær gerða sem gætu. Og og svo bara fer þetta sinn veg og þróast yfir mjög langan tíma og svo kemur Margrét Örnóls inn í það sem handritshöfundur, þá komið á það stiga, þyrfti bara svona að stækka hópinn og ég sting upp á Margréti, mér langaði mikið að vinna með henni og Jóhanna Vergrímsson kemur líka inn sem hafði verið með mér í vöktunum, þannig að þú veist að stækka eins og hópurinn, við vorum orðin 5 svona sem vorum að lesa og kommenta og þær voru að leiða, þú veist, þetta var þeirra
baby, þú veist, þær voru leiða, þú veist, við vorum bara svona, þú veist, að reyna að koma þeir eins mikið af þeirra sín og hægt var. Og svo bara, þú veist, smátt og smátt verður til eitthvað handrit, þú veist, Jóhanna fyrir út, við erum að tala um mjög langt þróunartímabil, 6-7-8 ár, sko. Þannig að hérna á endanum þá bara, hérna kem ég inn sem handritshöfundur, að því við svona, nú þurfum við að kýla á þetta, og hérna, og Ævar var fann til annar að starfa, og Magga var ennþá með, og hérna, við Margrét bara, tökum bara allt sem var búið að vinna, þú veist, tökum það sem er nýtilegt, smíðum grind að hérna, finnum þessa vél sem keyrir þetta, þú veist, sníðum hlutina að, og ég, síðan fyrir við upptökur, þú veist, og ég er leikstjórinn og ég er einn af handritshöfundunum, og ég er alveg með, hérna, final cut, eins og leikstjórir eru með, skilurðu, þú veist, ég tek loka ákvörðun. Er það alltaf á Íslandi eða oftast? Já, sko... Ekki erlendis, það er ekki alltaf þannig. Nei, en sko í Evrópu er það bara, það er bara normið, sko. Það er normið í Evrópu, en kannski ekki í Hollywood. Já, af því að við erum í, sko, við erum að hlutin eru fjármagnaðir í gegnum opinbera sjóði og allt þetta. Já, þú veist, það er ekki einhver miljardamæringur með $50 million, $100 million sem að, þú veist, segir bara, ég leggja svo mikla peninga ég vil ráða. Þú veist, það er leikstjórinn í Evrópu sem að hefur Final Cut, stýri skútunni. En sko, ég sagði náttúrulega við, hérna, þú veist, hérna, mína nánustu samstarfsmenn sem voru Nína og Unnur og Magga og allt þetta. Og framleiðendurnir Davíð og Árni, ég sé bara, þú veist, við erum öll, hérna, þú veist, þetta er okkar, hérna, barn að einhverju leiti, þú veist, við erum margir foreldrar hérna að þessu barni. Já. Og hérna, þótt að ég sem er Final Cut, að þá, þú veist, allar stórar ákvarðanir, þú veist, ber ég undir mína samstarfsmenn. Já, ég skilji. Sem þýðir það, skilur, ég hérna, þú veist, hérna, þú veist, ef við erum að ákveða casting, þá er það allt í samtali, þú veist, bara með leikarana, skilur, og fundið, skilur, endalegt kast. Þú segir ekki bara ég ræði þessu? Nei, það er ekki svoleiðis. En ef það kæmi upp ágreiningur, þú veist, það sem að 5 manns í herbyggi og enginn er sammála, þá þarf einhver að hafa 8 atkvæðis. Algjörlega. Þú veist, bara til að hlutinir bara hreyfist. Annars gerist ekkert. Já, og sama með eins og klippa, þú veist, allir komin í klippir, þú veist, klipparinn klippir, Valdís Óskars klippti þetta og Sverrir Kristjáns klippti 2 þætti og Valdís og hérna klippti eiginlega rest og hérna Hvað sem mikið ert þú í klippaherbygginu? Ekki í fyrstu drófunum, aldrei með að vera að klippa bara fyrsta cut. Það er svona gróf klipping. Já, bara það sem að bara klipparinn fær bara sinn tíma til að fara í gegnum efnið, klippa bara fyrsta cut úr öllu, svo kjöfum við inn og svo byrja samvinnan. En sko, allir koma inn og hafa, þú veist, þegar ég er búin að vinna með klipparanum og ég er ok, hérna, ég er nokkuð sáttu við þetta, þá er kallað á alla, skilur, þú veist, hérna, þú veist, framleiðendunar og hérna, og kreatorana af seríunni og þú veist, við, hérna, allir kom bara með nótur, þú veist, allt er diskuterað, skilur, fundin, já, þú veist, og kannski einhver ekki sammála allt, skilur, en í flestum tilvikum bara tölum við okkur niður á hvernig best að gera hlutina. Þannig að þú veist, ég hef aldrei lent í því, þótt ég hafi haft Final Cut á öllu sem ég gert, þá hef ég aldrei lent í, að ég vinn mjög náið með fólki, þú veist, sem eru meðhöfundar mínir eða framleiðendur eða hvað sem það nú er. Þá hef ég aldrei lent í, þú veist, neinskonar átökum eitthvað debatt við framleiðanda eða debatt við annan höfund eða neitt hvernig hlutinir er að líta út. Aldrei. Af því að við erum bara öll í sama liði. Við erum bara öll að finna leiðina og ef að ég er búin að vinna vinnuna mína nógu vel, ef allir skilja út á hvað það gengur frá að til lög, skilur við, og hvað sögu við erum að segja og hvernig við ætlum að segja hana, að þá bara á seinnistífum bara myndast sjaldnast átök. Það er ekki átökin sem verði í kvikmyndagerð, eru yfirleitt eftirfarandi. Að framleiðandi og leikstjóri er ekki að segja sömu söguna. Þeir eru ekki á sömu blaðsíðu. Þeir vita ekki, framleiðandinn með einhverju sögu í haustnum heldur að sér vera að gera svona mynd. Sér fyrir sig, heldur þetta sé svona mynd. En kemur þetta ekki ljós strax? Þú veist, það hittist fyrst. Já, nei, það er stundum bara kann fólk ekki að þú veist bara... Já, kannski að bara tjá sig það sem, ég skilur. Eðlilegan, heiðarlegan eða opinn eða
skilnings hérna, á einhvern hátt sem að skilst. Þannig að átökin eru yfirleitt sem komu upp, þegar átökin sem verða, þegar í ljós kemur að myndin sem verið að gera, sem leikstjórnir að gera, ekki myndin sem framleiðandi hélt hann ætti að verið að gera. Skilur hvað ég meina? Já, hver lúfra þá? Sko, í Hollywood þá stjórnar framleiðandinn fyrir hönd fjármagns eigandana sem eru þeir sem að leggja til stóra hlutafélags. Stóru stúdíun til dæmis. Já, ég meina það einhver sem að bankrólar $150 million, $200 million, hvað það nú skilur. Og það ekki nema sko í svona lægri budgetum og leikstjórinn sem orðin sko mjög stórt nafn og búin að trekja að mjög oft og fá all Óskarana sem hann fær Final Cut. En það sem gerist að þeir leikstjórar hvort sem að þessi Scorsese eða Tarantino eða hérna Spielberg eða whatever að þau bara fara að stofna bara sín eigin fyrirtæki skilur þú veist, og eru sínir framleiðendur. Fattar ekki að menna? Já, ég fatt það. Þeir ekki, þau fara að búa til verkefni sjálf og eru bæði framleiðendur og leikstjórar. Ég meina, Spielberg býtir DreamWorks, skilur þú? Já. Til að bara hafa full power. Þú veist, til að þurfi ekki eiga þessi samtöl, sko. En, sko, samtalið gott. Samtal framleiðenda og leikstjóra alltaf gott. Þú veist, ef það heilbrigt og, þú veist, og eðli tjáskipti og fólk bara einlægt og þú veist, opið með hvað að gera og hvernig það að gera það. Og hverjir annmarkarnir og hvað þarf að laga, þú veist, á báða bóga. Þá kemstu á sömu blaðsíðu, þá eru allir að gera sama verk. Og ég eiginlega lítið, sko, það fyrsta leikstjórnin sem ég geri, það að koma öllum á sömu blaðsíðu. Þú veist, bara við erum fara að gera þetta svona, sem sagt, það ekki? Ekki allir sammála það? Það bara fyrsta fundinum eða bara daginn fyrir tökur? Nei, bara, þú veist, þegar handritið komið niður og það svona farið að líða því að við ætlum að fara að reyna að koma svo koppin og það komið svona green light á það, þá mjög mikilvægt að allir sé á sömu blaðsíðu. Og hérna, að því það hryllingur þegar framleiðandi og leikstjóri, þú veist, sjá hvað allt annað. Já, það verður bara eitthvað núningur, sko. Og hérna, og sem betur fer hefur þetta breyst mjög mikið að fólk þú veist náttúrulega átt að sjá þessu en því miður þá koma upp svona dæmi enn þann dag í dag þar sem að leikstjóri og framleiðandi talast ekki lengur við skilur að því að þeir bara ekki í sama veruleika sko. Þeir bara ná ekki saman í þetta ákveðna verkefni. Nei, þannig að þú veist það hjónaband ef við tölum fjölskyldur þá hjónabandið sko, þú veist svona grunnhjónabandið leikstjóri, skáldstjóri, höfundur og framleiðandi. Þú veist, það hjónaband sem þarf að lifa sem lengst. En það eru nokkrir, því að stundum eru nokkrir kannski aðal framleiðendur eða eitthvað. Já, en það það sama, þá bara, þú veist, það bara fjölkvæni, eða það bara svona, það bara opið. En það þá meirlítið ræður, ef að þú vilt gera svona mynd og annar framleiðendur sammála þér, en hinn ekki, ráðið þið þá, eða skilur hvað við? Nei, þá bara, þú veist, ef það þannig, þá bara ekki grundvöllur fyrir samstarfi. Já, skilur, þá bara, ok, þetta ekki match made in heaven, skilur, þetta ekki match sem gengur upp, þá ferðu þú reynir að finna annan framleiðanda. Já, ég skilur. Hvernig það og hérna, þetta rosalega mikilvægt og hérna, og öllum finnst sitt hlutverk mikilvægast. Þú veist, það bara eðli mannsins. Já. Og hérna, en þú verður að bera virðingu fyrir öllum og hérna, og mikilvægi ekki bara framleiðandans, heldur bara allra sem að vinna á verkinu með þér. Þú veist, þú verður að vita og bara, þú veist, það bara kurteisi að vita hvað allir heita í krúinu, þú veist. Já, einmitt. Þú segir við alla, þú veist, annarkvort á fyrsta tökudegi eða í tölvupósti eða á fyrsta fundi, þú veist, að þú sért hérna, þú veist, leiðsögumadur, en þú sért til að hlusta ef að fólk, og sama hver það hvort það sem sé manneskjan sem smýr samlokurnar eða ljósamaðurinn, þú veist, ef einhver far frábæra hugmynd, þú veist, það væri rosa, þú veist, með eitthvað insight, eitthvað sem gæti gert verkið betra, sama hvað það hvort sem að snýrað
einhverjum leikmyndalegum hlutum eða leik eða handrit eða hvað nú er, komið til mín, þú veist, og tölum saman, þú veist, ég er til í að hlusta á alla, ég er til í að melta allt sem allir segja, við erum hérna saman að gera þetta. Og þú gefur það merki, þú veist, að þú sért hérna kollektíft til að þjóna hinnu kollektífa, að þá þykir fólki miklu vænna það sem það er að gera. Að það er ekki bara í vinnunni. Við erum alltaf að gera það saman. Saman í liði. Við erum saman í liði og liðsheildin skiptir öllu máli. Þú veist, liðsheildi í knattspyrnu skiptir öllu máli. Alveg bara, þú veist, það er ekki til knattspyrnu í heiminum sem fungerar sama hversu góður einstaklingarnir eru, ef það er ekki liðsheild. Og saman með listsköpun kvikmyndagerð sem er hóplist, mesta hóplistin af þeim öllum, af því að flestir koma að, ég meina, þess vegna er kredlistin svona langur. Já. Þú veist, það er svo mikið af fólki, eru fleiri hundruð mann sem kemur að ræðna kvikmynd, að hérna, það eru allir jafn mikilvægir, þú veist, ekki alveg jafn, kannski, þú veist, manneskja sem kemur einn dag til að drakka kaffibolla í bakgrunni, er ekki alveg jafn mikilvæg og kvikmyndatökumaðurinn. Nei, ég skil hvað það. En hún skiptir samt máli. Hún situr þarna, hún lítur einhvern veginn út, þessi manneskja, og hún býr til þá mynd sem við sjáum, skilur, hún er partur af þeirri mynd sem er presenteruð og skiptir því máli, kannski ekki alveg jafn mikilvæg á kvikmyndatökumaðurinn eða tónskáldið, en samt. Einhver prósent af þessu. Hún þarf að vera þarna, ef hún er ekki þarna, þá er tómur rammin, og ef rammin er tómur, þá er einhver önnur sögn í honum, og svo framvegis, þannig að hérna, þú veist, ego, auðvitað þarf fólk að hafa ákveðið ego, því að ego hefur einhvers konar, þú veist, er einhvers konar drifkraftur í því, skilur þú veist, ég meina, leikstjóri, þú veist, sem segir að hann sé egolaus, eða eitthvað svona, þú veist, það er bara bull, maður er alltaf keyrður á einhverju egoi, þú veist, það er keppniskap í manni, eða, þú veist, maður vill gera vel sem að fólki líkar við, eða eitthvað, skilur og þú veist, þó það sé ekki nema bara mamma og kona mín og syni mínir og pappi, þú veist, eða eitthvað, eða mín nánasta fjölskylda, þú veist, maður vill gera eitthvað vel, skilur, þú veist, að fólk bara svona, þú veist, já, þú gerir vel, það er alltaf eitthvað ego, og hérna, en það má ekki svælast fyrir, og einhvers konar delusion of grandeur, sem að er, sko, það eru tveir hlutir sem að geta fokkað verkefni, það er hégómi og delusion of grandeur, eða mikilmennskubrjálæði. Þegar einhver aðili í tökuliðinu, hvort sem að sé leikstjórinn eða einhver annar, hérna, oft á tíðum leikstjórinn eða tökumaðurinn, þú veist, eða aðalegarinn, er með einhvers konar upphafna mynd af sínu mikilvægi, og hann sé einhvers konar guð, eða hún sé einhvers konar guð, að þá er voðinn vís. Af því að þá hættir þetta lengur að vera kollektíft og verður einræði. Það er ekkert gaman. Það er ekki gaman og það er líka bara hættulegt. Að hvað leyti? Þú veist, það er bara hættulegt, skilur, hérna, þá þú sko, það þrengist svona, hvað ég segja, ég vil ekki nota orðið áran í kringu verkefnis, en þú veist, þú vilt að ára í verkefni sé alveg í öllum regnbogans litum, skilur, og hún sé lifandi. Já, ég skilur. En ef það er bara einn, þá þrengist áran og það verður bara færri litir, skilur, þú veist, það er bara stór hættulegt að því að, þú veist, það er bara, hérna, fólki líður verð, þú veist, það er meiri hætt á þetta verði einsleitt og svo framvegis nema og sért einhvers konar meistari, skilur, alltaf það eru sumir sem eru bara, þú veist, hafa, þú veist, það geta ekki allir verið Mozart eða Beethoven. Nei, algjörlega. Eða hvað það nú er. En allavega, svo er það hégómi. Það er hérna, það er stóri óvinur leikarans. Leikarans? Já. Getur verið hjá öðrum, en leikarinn er fyrir framavélina, skilur, þannig sýnilegur. Og hérna, leikari sem að lætur hégóma stjórna ákvörðunum sínum, er meðvitaður að líti ekki einhvern veginn út, editera sjálfan sig til að vera ekki asnalegur eða ljótur eða berskjaldaður. Sá leikari nær aldrei að sína allt sem að hann þarf að sína. Af því að hann er sko í svona editing mode. Þú veist, hann þarf bara að vera, skilur. Hann er alltaf meðvitaður. Já, bara er að hugsa, hvernig líti, er að reyna að horfa á sig utanfrá, skilur, eða
hvernig líti ég illa út, skilur. Þetta er eðlilegt. Og okkur er umhugað hvernig við birtumst umhverju okkar. En leikari sem að nær að varpa af sér hégóman hefur möguleikan á að verða meistari. Já, ég skilji. Sá leikari, og þú veist, nú bara, bara tökum konkrétt dæmi. Kate Winslet, þetta við vorum að tala meira á Feastone þetta er bara svona aktuelt og fólk tjekkar á því. Frances McDormand, öllu sem hún gerir. Frábær. Öllu. Hún er ekki bara frábær leikona, hún varpar hégómanum að sér. Hún er ekki að pæli hvort hún sé ljót eða maðsnælega klippingu. Hún er bara hvað þjónar karakterinu, hvað þjónar sögunni sem ég er að segja. Hvað er verið að gera þetta? Ég er eitt af tannhjólun, skilur. Ég er ekki einhver beauty, einhver bíkon, einhver stytta. Ég er partur af þeim söguheimi sem er hér og ég ætla að gera það eins vel og ég get og ég ætla að vera berskjölduð og opinn. Annar, Philip Seymour Hoffman, gott dæmi. Meryl Streep stærstan hlutan á ferlinum. Þú stundum á dottið í svona... Já, sko, bara... Kannski setni tíu? Já, kannski setni þá bara ekki fengi kannski alveg nægilega góð hlutverk eða kannski bara, þú veist, búin að gera sitt, skilur, þú veist, maður finnur þetta á mörgum, þú veist, De Niro, þú veist, líka, þú veist, en frábæri leikarar. Þessi leikara sem ég nefni, þú veist, ég get nefnt Julianne Moore líka, þeir eru margir, Steve Buscemi, þú veist, fullt af frábærum leikurum. Já. Sem kannski líta frekar á þessu sem leikara heldur en kvikmyndastjörnum. Já, kannski, þú veist, sem er ekki að pæli, þú veist, lítið vel út, er ekki að horfa á sig utanfrá, þú veist, auðvitað er þetta alltaf meðvitaður einhvern tátt, en þú veist, ég elska að vinna með leikurum sem að eru bara að segja söguna með mér, skilur. Þú veist, eru bara að segja þá sögu sem það þarf að segja, skapa það persónu sem það þarf að skapa og gera allt til að allt sé satt og einlægt og það sé opið inn í kvöku. Og það tekir bara, þú veist, fólk sé unni mest með eins og Halldóra Geirharðsdóttir eða Nína Dögg skilur og fleiri sem bara, þú veist, er ekki að pæli, eða þú veist, jú, það geta alveg verið að pæli í einhverju, en það fara bara inn í þetta. En það er svo töff. Það er bara svo mest töff, skilur, að bara varpa af sig hégóman. Það var sláandi að því ég var að byrja að horfa á meira á Feastone og svo var ég að horfa á seríu Undoing, heitir hún með Kidman og Hugh Grant og Nicole Kidman er mjög góð leikona og hún hefur verið alveg, þú veist, hún á frábæra spretti, þú veist, eins og The Hours alveg bara geggjuð og en þú veist, að horfa á þessar tvær leikonur sem eru svona svipuðum aldri, þú veist, eða svona, nálægt hvað hann er allavega. Önnur er búin að, náttúrulega, þú veist, fara í mikla lítaðagerðir, skilur það er mikið botox, það er engin hreyfing í andliti og svona. Sér það bara. Og þú veist, og hinn er, þú veist, ekki búin að gera það, eða allavega ekki þannig maður átti sjá því að mista kosti. Og báðar mjög góða leikonur, sko, það sem að eyðilæði sko Undoing fyrir mig, ekki eyðilæði, en það sem var grátlegt við Undoing, að þetta er flott saga, gott handrit, þau eru góðu leikararnir, spennandi, Hugh Grant frábær, en það sem truflaði mig svo svakalega var að Kidman var svo augljóslega ekki að segja sömu sögun og hinnir. Já, þér fannst það? Já, sko, ég sá það bara eins og til dæmis bara með hárið á henni, með búningin og allt þetta. Hún lék ekki illa, ég er ekki að segja það. Nei, ég skil. En hún var bara, það sem þvældist fyrir á milli hennar og mín sem áhorfenda var hégómi. Áhugavert. Var sem sagt, hún skipt búning í hverju einustu sinn. Hún var alltaf í fötum sem kostuðu, sko, þú veist, 3 milljónir, skilurðu, þú veist, hárið á henni var alltaf óaðfinnanlegt. Þú veist, þetta var bara svona, jú, þú veist, hluti af heimnum er svona yfirstéttarheimur og eitthvað svona, fólk sem á einhverja peninga og svona,
en það gert úr því að hún sé manneska sem vill ekki lifa endil í þeim heimi og hún sé svona sjálfstæð og eitthvað, hún er sálfræðingur og en samt, þú veist, hún var bara, þú veist, maður sá bara fataskápurinn hjá þessari personu bara, þú veist, jafnstór stofan hjá mér, skilurðu, og hann kostar, skilurðu, meira en sko, þú veist, hús á Seltjarnarnesi, þú veist, þetta þvældist rosalega fyrir mér. Já, ég skilji. Bara ég var að hugsa bara hver karakterinn, hvað er verið að presentera og Kidman, eins og hún getur frábær. Þarna var Hégóminn að þvælast fyrir henni. Heldur þetta komið það bara alveg, segjum þetta sé bara rétt hjá þér, segjum þetta hafi verið bara, hún hugsa svo mikið útlit og svona. Er það bara komið frá henni? Er hún bara eitthvað, talað þá við leikstjóran eða sjóranun eða eitthvað bara, ég vil vera flottari? Nei, ég held sko leikarar oft þegar eru, þú veist, orðnir stórir eða þú veist, hafa track record og svona. Og notabenni leikstjórin Susan Bier er frábær á þessari seríu, frábær leikstjóri dönsk og einna betri svona skandinavísku leikstjórunum og leikstjóri allir í seríunni og hún þú veist, nú er ég ekki með insider tips ég veit ekki hvernig þetta var gert nákvæmlega. Það er bara svo þín tilfinning. En mín tilfinning er bara, þú veist, eftir að lesa mikið og eitthvað svona, leikarar fá okkur status, þeir verða svona eigi oft. Þeir komið með sitt eigið staff, komið með sína eigin förðunarfræðinga, sína eigin búningahönnuði, sína kontakt af einhver tískuhús, alls konar hlutir sem að þú kemur með inn í verkefnið. Svo er eitthvað fólk sem er að vinna á verkefninu. Þú veist, það er alveg búningahönnuður og gerfahönnuður og leikmyndahönnuður og leikstjórar og eitthvað svona, sem að gera allt nema þeir kom ekki við hárið á stjörnunni og hafa ekkert með búningin hann að gera. Þarna er sko Hégóminn. Það var eins og sé ekki partur af liðinu, svona smá. Nei, ég hvet fólk til að horfa á þetta og hvort að upplifa þetta eins og ég, skilur, en ég bara sagði, ok, þetta er eitthvað pínskakt, það er eitthvað rosalega skekkja þarna. Og fyrir utan alltaf það er erfitt að horfa á leikara sem að ennið á honum hreyfist ekki, skilur. Það er erfitt. En allavega, full respect Nicole Kidman, frábær leikona. Kate Winslet hins vegar, skilur, gerir allt opposite í Mare of Easttown, sem er líka bara svona glæpasería, skilur, nema það er allt bara hrátt, berskjaldað, hárið af fólki bara eins og það vaknaði morguninn, skilur, það er ekki verið að fegra neitt. Það er enginn kastaður af því hann er myndalegur eða sætur eða eitthvað, skilur, þú veist, og oft á tíðum það sem stjórna því hvað ég horfi á, ef ég sé plaggatið eða trailerinn og það er, sko, fólk er í yfirlægi myndalegt. Það er bara rosalega fallegt fólk. Já, semst, ef það er yfir svona meirinn helmingurinn, eða svona yfir 50%, þú veist, fólk getur alveg sjarmerandi og eitthvað myndalegt, ég hef ekki á móti myndalegu fólki, en þegar hlutföllin verða skokk, þú veist, að því ég labba inn í bónus, eða því ég labba niður Laugaveginn, eða eitthvað, þá sé ég alls konar fólk. Það er raunveruleikinn. Það er raunveruleikinn, það er öllum stærðum að gerðum, það lítur alls konar út, það er dásanlegt. Þú veist, og það er af öllum þjóðernum, það er, þú veist, á öllum kynjum, þú veist, það er alls konar, það er fjölbreytileikinn, þú veist, og bara, þú veist, og fólk er bara það sjálft. Þannig að það kemur að casting, ef þú veist, bara með, ef þú tekur svona, já, höfum svona frekar myndalegt fólk bara, meira, já, þetta verður að byrja sexy og eitthvað svona, þegar það fer að ráða casting hjá, þú veist, hjá the creatives, skilur, sem eru leikstjórinn og framleiðendurnir og eitthvað svona, að þegar það er orðið eitthvað svona, þú veist, það hallar á venjulegt fólk eða fólk sem er bara, já, venjulegt. Og það er svona sætara fólkið fær rullunar, þá kveiki ég ekki, sko. Eða þú veist, þá horf ég á trailerinn kannski og sé plakati en ég kveiki ekki á myndinni. Þér finnst það en ekki spennandi? Nei, þetta finnst mér bara, þetta er strax komið skekkja í heiðarleikan. Já, ég skilji. Skilji hvað ég meina? Þú veist, ég vil bara ég vil, þú veist, og nú er ég, þetta er frekar svona, hvað ég segja, nú er ég kannski svona alhæfa, þú veist, ég er ekki að segja, horf ekki ef það eru mjög mikið að mynda. Nei, ég skil hvað ég meina. Ég er svona, ég hugsa bara, ef ég á að velja, svo er líka svo mikið, það er svo mikið frambóð á efni og
þú veist, ef ég sé bara, þú veist, ef ég hefði séð trailerinn af Undoing versus trailerinn af Mare of Easttown, þá hef ég alltaf hort á Mare of Easttown. Ef þú þurfst að velja? Já, það eru áhugaverðar andlit. Það bara, þú veist, andlitin í trailernum og mútið í trailernum bara miklu áhugaverðar, miklu nær, þú veist, það er meira satt. Skilur hvað að menna? Hefur þetta alltaf verið svona hjá þér eða breytist eftir þú svona eldist? Ertu fann að kunna kannski betra með þetta fjölbreytileikan eða hefur kannski bara alltaf verið svona, alveg bara frá, þú veist, hefur alltaf haft gaman að því að sjá alls konar fólk? Já. Mér finnst það skemmtilegt. Já, mér finnst það. Ja. Og mér finnst sko, þú veist, það er svona leitast maður kannski líka við að, þú veist, að vinna með fólki, leikurum, sem eru, þú veist, inn á þeirri línu, þú veist, eru ekki að láta hékoman, þú veist, þvælast fyrir sér. Ég er ekki að segja að fólk þurfa að hékoma laust, en hann sé ekki að þvælast fyrir þér. Hann er ekki fyrir. Hann er ekki fyrir þér. Þú veist, hann er ekki á milli þín og áhorfandans. Þú veist, hann má alveg hékomi, en ekki á milli áhorfandans og leikarans. Þannig að, En svo fyrir því persónulega, þá kannski væri þú spenntari fyrir því að vinna með Winslet, heldur en Kidman. Svona kannski í fljótu bræði, svona með hvað við að tala um. Já, algjörlega. Ekki spurning, sko. Og gott dæmi leikara, þú veist, og ég er ekki að segja, þetta er ekki dæmi leikara þurfa að gera einhverja hluti. En ágætt dæmi sem ég nefni stundum er ég gerði fyrir 10 árum cirka sjónvarpsseríu sem heit Heimsendir og Halldóra Geirharðsdóttir, það var fyrst getið sem við unnum saman og búin að þekkjast í einhver tíma en aldrei unni saman og þegar ég spyr hana hvort hún vilja vera með í því og þar leikur hún, þetta er náttúrulega gerist á geðdeild 92, þetta er perióda og svona afskekt geðdeild og ég kynni fyrir henni karakterinn og það er svona kona sem er í rauninni skygg, þú veist, allir halda hún sé bara snar geðveik, en hún hefur einhvers konar svona Nostradamus, það er svona Nostradamus element, hún er með einhver skilni, það er einhver opið, hún sér hluti inn í framtíðinni. En tala mikið við sjálfa sig og þú veist, er svona einangruð og hún ánáttúrulega við geðsjúkdóm að stríða, en hún hefur svona gift of sight. En hún er svo útigangskona, skilur eitthvað svona. Og ég fer að vinna með Dóru í persónunni og við fyrir að hanna karakterinn. Bæði, þú veist, baksöguna, þú veist, bara, þú veist, leikstílinn, útlitið og það gerir maður náttúrulega í mjög nánu samstarfi við búningahönnuð og gerfahönnuð og eitthvað svona, og leikmynd og, þú veist, það er að hálfgera allt átti saman. Svo segir Dóra við mig, hvað hún væri svona brotna tönn? Þú veist, frá framtönn eða eitthvað? Já, bara brotna framtönn. Og ég segi, já, þú veist, ég menna, það væri alveg í karakternum, því hún hirðir ekki útlit sitt, hún er eins og svona, þú veist, svona lög af fötum á henni, skilur, þú veist, hún er eitthvað, þú veist, hún er ekki að hugsa útlit sitt á neitt máta. Og Dóra byrjaði að vera svona gráhærð og svona, ég segi bara, já, þú veist, ekki, við skulum ekkert gera við það, lefum því bara, þú veist, að vera svo það er og svona, og ekkert færi í klipping og höldum, já, ekkert mála, svo kemur þessu Dóra, en hvað var með svona brotna framtönn? Ég segi, já, ég meina, það væri alveg mjög flott, sko, en þú veist, það er ekki tækt, skilur, eða þú veist, ég vil ekki bæta einhverjum leir af einhverju, þú veist, að reyna að feika eitthvað brotna tönn eða eitthvað, skilur, því það, ef það sést astnalegt og þú málar það ekki eins og leiksviðið eitthvað, þú veist, það þarf bara, það er brotna tönn, þá verða hann akkord CGI eða eitthvað svona kompvinna eða bara brotna tönn í alvörunni. Og Dóra segir, já, sko, málið er að ég var alveg til að vera svona brotna, ég er nefnilega með, sko, það brotnaði einn tönn, þú veist, fyrir fjölmörgum árum og þannig að hálf tönnin eða svona stór hluta af henni er svona einhver fylling eða sem sagt feik, þannig ég get látið að brjóta það af og svo bara laga það aftur þegar við erum búin í tökum og ég var bara svona, þetta er besta tilboð sem leikari hefur komið með til mín af því að þú gæst ekki sagt nei þetta gæti ekki sagt nei, þetta var bara, þú veist, ég sagði bara já, ef þú ert til í að Dóra vera bara tannlaus í allt sumar
go for it, mér finnst þetta geðveik hugmynda því þetta gefur auka vít, þetta er production values og þetta er forvitnilegt hver er þessi karakter. Já. Og þetta er 100% ekta. Og þetta er 100% ekta og hún gerði þetta. Og ég nefni þetta oft, þú segir þetta oft við leikara eða fólk, þú veist, ef ég er að kenna eða er að halda einhvern fyrirlestur eða hitta fólk, gefa því ráð eða hvernig sem hvað sem að séu leikar eða leikstjórar. Já. Nefni þetta oft sem, þú veist, hún var bara að hugsa karakterinn. Hvernig get ég gert karakterinn eins mikið karakterinn? Hvað get ég gert í físík, útliti, hvað sem til að gera hann áhugaverðir, dýpri, bersk, þú veist, alla þessar hluti. Og þetta er fyrst skipt sem ég vann með Dóru og þetta er ástæðan fyrir ég vinn líka aftur og aftur með henni. Já, mig grunar það mitt. Að, þú veist, hún er ekki þjökuð, hégóminn þvælist ekki fyrir henni Halldór Gerhardsdóttur. Og þú veist, hún er alveg til í að vera ósjarmerandi, útlitslega. Af því að hún hefur confidence til að bera það, skilur þú veist. Einmitt. Og ég get nefnt fullt af leikurum sem að, þú veist, hafa orðið astnalegir og ljótir hjá mér. Ég menna, þú veist, ég segi bara Jóngnar, þú veist, sköllóttur, þú veist, í 3 ár, skilur með, þú veist, kraga og astnaðið skegg í 3 ár, skilur Nína Dögg oft verið ósjarmerandi, Margrét Helga Jónasdóttir, skilur þú veist, oft verið mjög ósjarmerandi hjá mér, þú veist, Stein Rólína í föngum, skilur sem var í það sem kallast fatsuit og, þú veist, og allar þær konur sem að léku í föngum sem voru stórkostlegar, skilur, og allar gengu inn á það sem vorum að segja sögur af konum sem að voru á jaðri samfélagsins og utanveldu, skilur, og þá þarftu bara að leggja eitthvað á þig til að ná að sína í kviku, til að bara opna á sannleika. Og hversu snemmi ferlinu var þetta þegar þú tala með Halldóru Gerhards? Hún segir, herri, ég er pælað með brotna tönn. Ég bara pæla, hversu snemmi þetta í ferlinu því að þegar hún segir þetta við þig og þú kannski átt að bara, vá, ok, hún er svona leikona. Veistu, var þetta snemmi í ferlinu? Var þetta, manstu það eða? Mér hafði lengi langað að vinna með henni. Hún náttúrulega bara frábær leikona. Ég fram að heimsenda hafi bara aldrei einhvern veginn, þú veist, fundið hlutverki fyrir hana í mínum verkum. Ég var bara, þú veist, og þú veist, Dóra er svona, þú veist, mikil leikona. Þú veist, þannig, ég myndi aldrei ráða hana í, bara, þú veist, eitthvað eitt atrið að leika, eitthvað, þú veist, hún er svona, hún þarf aldrei space, skilur, og mér langaði, þegar ég myndi vinna með henni, að það væri hlutverk sem að hún fengi að skína í, eða sem það væri rými fyrir hana. Þannig að þegar heimsendi verður til, hugmyndina heimsenda sem er náttúrulega bara í kjölfarið þarna af hrunnu og öllum búsaldabyltingum og allt, þú veist, þetta er náttúrulega bara the lunatics have taken over the asylum, heimsendi er bara franska byltingin, gerist franska byltingin á geðdeildinni heimsenda 1992, verslum ekki. Þannig að þetta er bara, þú veist, þetta er bara annar stór atburður úr heimssögunni sem er bara tekin í smara samhengi. En allavega að þá bara var Dóra bara fyrsta manneskja sem að, þú veist, ég bara, þú veist, skrifaði rauninni karakterinn fyrir hana, eða þú veist, ég hugsa bara, já, þetta er bara Dóra, Hefur gert það í framhaldu þá? Þú vinnur þannig með henni, vinnur greinlega vel saman og gert vel við hana? Já, oft, já. Skrifar það núna, svolítið kannski eftir heimsendi? Já. Bara svona, já, þetta er fyrir Dóru. Já, og fleiri leikara, ég oftast, því ég sest niður og skrifa eitthvað, að þá er ég með einhvern leikari í huga. Já, þú skrifa þannig? Já, þú veist, er að kokka verkefni, þú veist, ef ég fæ hugmynd að einhverju sögu og það er einhverju karakterar og ég máta leikara í það, þú veist, og þetta gerst á Íslandi og ég svona sé ekki alveg leikaran í það, þú veist, eitthvað, þú veist, ég finn ekki alveg svona fast land, að þá svona, ok, fer ég og hugsa eitthvað annað, skilur einhver aðra hugmynd kannski. Að því ég verð að finna, þú veist, það verður að vera doable, það verður að vera, þú veist, eitthvað sem kveikir í mér. Stundum sé ég leikar að leiki í einhverju kvikmynd eða í sviði og ég sé bara, heyrðu, þú veist, bara þótt að sé oft lítið hlutverk eitthvað bara, þessi leikari, svo er bara eitthvað, hvernig karakter var gaman að sjá það og eitthvað verður til, skilur við. Þannig að, þú veist, ég er að skrifa núna sjónvarseríu sem að, þú veist,
er basically bara inspirur af 2 leikurum, skilur sem að ég bara, þú veist, þessu bara, ég var til að sjá þessar 2 saman, Já. þú veist, og bara, er bara að skrifa í rauninni fyrir 2 leikara, sko. En hefur það einhvern tíðan, þetta er ekki serið eins og þetta að gera með... Nei, þetta er annað verkefni. Já. Ok, ég ætla náttúrulega ekki að spyrja út í innihald, en þú ert með eitthvað ákveðna leikara eða leikunni huga. Á hvaða tímapunkti ferðu það? Því Ísland er náttúrulega þetta lítið samfélag og minni bransi heldur en úti. Á hvaða tímapunkti ferðu til þessara leikara og segir bara, herri, ég er að skrifa þetta verkefni. Langar svo að fá því í þetta. Gerur það áður einhver grænt ljós eða... Já, lungu áður. Sko, yfirleitt, sko, þegar hugmyndin er komin með, þú veist, öll þau element sem hún þarf til að funka og ég veit að ég get skrifað þetta og ég byrjar að skrifa og svona og ég sé alveg, já, herru, þetta er að fara að gerast. Þá svona hlera ég oft leikaran. Þá segi ég bara svona, herru, hérna, ég er að skrifa þetta, hugsanlega getur þetta orðið á næsta ári, þú veist, bara nú hafið það í huga, þú veist, hérna, ertu til að lesa, þú veist, eða eitthvað svona, þú veist, að ég byrja eitthvað samtal. Ok. Þannig að hérna, eins og til dæmis með Málmhaus, þá byrja ég að skrifa, þú veist, ég fæði svo hugmyndarna, ég var að kenna hann upp í LHÍ, sé Obbu, og svo bara, hún getur verið þessi Pía, þú veist, í myndinni. Og hérna, ég byrja að skrifa, þú veist, og ég kom með grindin, ok, þetta er að verða veruleika, þú veist, handritið er svona formað. Þá, hérna, kom upp svona praktískir hlutir, ok, ef ég gerir þetta næsta ári, fullt af senum hún þarf að spila gítar, spila leikonin og gítar, skilur við sér ekki dum. Já, ég skilur. Nei, svona, ok, sko, ef ég ætla að gera þessa mynd á næsta ári, eftir ár kannski, þá þarf leikarinn sem leikur hlutverkið að bara byrja að æfa sig á gítar núna, skilur við. Já, til þess að undirbúsa fyrir hlut, ég skilur. Já, bara og þú lærir ekkert á gítar á korteri. Nei. Þannig að ég hringi hann og segi bara, herru, ok, sen bara málavöxtu, ég hef skrifað handrit, sé að skrifa handrit, það sé svona, hvort hún hefði áhuga á því, þú veist, að lesa og taka þátt í því og spila á gítar. Hún segi, já, ég er bara svona vinnukonu grip og eitthvað, ég er alveg strömma á gítar í partí og svona, og hérna, og eitthvað svona, og spjalla hana og kemur ljósa bróðurinnar Málmhaus, skilur, og alls konar svona. Þannig að þú veist, í því samtalið að fatta ég bara, já, ok, eldri bróðurinnar er metalhead og hún heyrði hann hlusta á hún. Þú veist, allt þetta, þannig að ég bara, ok, þetta var ekki vitlaust, hérna, instinkt hjá mér. Nei. Og við hittumst og hún er til í að leggja það á sig. Ég segi bara, auðvitað veit maður ekki, þú veist, allt getur dottið upp fyrir. En ef þú ert dedikeraður leikari og langar að gera þetta, þá bara hellir þið út í það. Þannig að hún fór bara að læra og hafði þá eitthvað 8 mánuði eða eitthvað til að bara fara í gítartíma, þú veist, fara þessi kendin á gítar, hún fór í gítartíma og allt þetta, skilur. Og í því verkefni þá, því að bara komið þessi drög og svipum tíma, þá sem bara, ok, þetta er Dóra og Ingvar í sem foreldrarnir. Ég ætla að senda drögin á þau og sjá hvað þau séu til. Þú veist, bara en ég viti það. Og bæði bara, já, ekki spurning. Þannig að þá vissi ég, ok, ég kom með kjarnan minn, sko, þú veist. Þá er ég, þú veist, ég get haldið áfram, það getur verið að pæli að þau hafi ekki áhuga á verkefninu eða, nei, ég er að fara til, hérna, Grænhöfða í 3 ár eða eitthvað. Já, ég veit, gæti ekki tekið þátt. Já, ég þarf að svona víta það allavega. Ég er ekki að segja að aðri leikarar hef ekki getað leikið hlutverkin, alls ekki. En þú ert alltaf að búa til fjölskyldur, þú ert alltaf að búa til einhverja dýnamík. Og í þess ekki sá ég bara þessa 3 leikara, þú veist, í þeirri dýnamík. Skilur hvað ég meina? Þú veist, já, þetta er, þú veist, hvað ég segja, það er harmonera, leikararnir harmonera við hugmyndin og karakterin. En gaman og skilt að fá þau, eða ég veit ekki hvort þessi hefni eða hversu upptekinn þau eru, en þú fékkst þetta alltaf þessa leikara í myndina. Já. En mér langar að spyrja aðeins, við erum búin að tala í 3 tíma næst. Þetta er búin að hrikalega skemmtilegt. Vá, í alveg. Þetta líður hratt. En ég verða aðeins að spyrja þig, út í að þú ert búin að tala samband leikstjóra við leikara, samband leikstjóra við framleiðanda, samband leikstjóra við kvikmyndatökumannin, bara DP. Hversu mikilvægt er það? Hversu stór partur er það af öllu ferlunum? Það er náttúrulega eitt svona lykil sambandið, en hvað að segja, sko nánustu, þú veist, það sem telst til, þú veist, hérna, listaranna stjórnenda, eru náttúrulega, sko, nánustu samtalsmenninir, fyrir utan, þú veist, ég hef náttúrulega talað
framleiðandinn og leikstjórinn, skiptir mjög miklu máli, það langt samband, það nær alveg frá frumstegum og bara langt fram út yfir frumsýningu og dreifingu erlendis og allt það skilur. Þannig að það langtíma samband. Þú veist, þið eigið þetta barn, þú veist, og þurfum að sinna því stundum annarslegið mörg ár á eftir, af því að verki heldur áfram að seljast eða vera að sýna hér og þar eða hvernig sem það er. Þannig að þú veist, þið eru svona, þú veist, foreldrarnir, framleiðandinn og leikstjórinn. En sko við getnaðinn og að búa til barnið, að þá ertu með listræna stjórnendur sem eru, fyrir náttúrulega leikarana sem eru náttúrulega, þú veist, listamenn, þá eru þessi lykilpóstar eins og kvikmyndatökumaðurinn, eða stjórn kvikmyndatöku, hönnuður leikmyndar, hönnuður búninga, gerfa hönnuðurinn, tónskaldið og klipparinn. Þetta eru svona 6 nánustu, sagði hljóðhönnuðurinn, 7, sem að leikstjórinn þarf að vinna með, eða er að vinna með náið yfir langan tíma. En sko manneskja sem tala kannski mest við er kvikmyndatökumaðurinn. Því að þú veist, þú þarft í fyrsta lagi að undirbúa allt verkið með honum og þú veist, ég sest niður með þeim stjórnanda kannski í 2-3 vikur áður en að tökur hefjast, löngu áður en tökur hefjast, kannski svona 3 vikna session, bara brjóta niður handritið, þú veist, tala alltaf senur, þú veist, hvernig ætlum við að afgreiða þetta, hvernig location þurfum við að finna fyrir þetta, þú veist, hvað er ljós, tími, þú veist, alls konar hlutir undirbúa, teikna upp senur, hvernig sem það er. Notar storyboards? Ég nota ekki storyboards í skilningnum sko að, ég teikni hvert skot fyrir sig í, þú veist, eins og það lítur út í ramma, það gerist það svona rammi fyrir rammi, sérstaklega verið special effectar eitthvað slíkt, en ég nota það sem að við köllum svona top view floorboards, það sem að ég teiknu upp rýmið og fæslu persónuna inn í rýminu og fæslun á kamerun inn í rýminu. Þetta er eins og svona, þú veist, eins og þú horfir on á eitthvað svona board game, skilur þú veist, það eru karakter og rými og þú veist, eitthvað svona. Þannig að þú veist, þetta er svona, þetta krefst engra teknikunóttu, heldur þetta krefst bara, þetta er bara svona blueprint, já, kameran hreyfist hérna glugginn, persónulega svona, þannig að þú veist, þú með tökumanninu þá bara teiknar upp hvar skotin eru á blaðið. Bara hvar á staðsettu kameruna og... hvar persónan er staðsett og hvernig hún hreyfir sig í rýminu, hvar kameran er staðsett og hvernig hún hreyfir sig í rýminu. Og það er náttúrulega oft fleiri en einn persóna í hvert skipti. Þannig að þú veist, þá bara svona, nærmyndin er tekin hérðan, við gluggar í bakgrunni, hérna byrjar trakkurinn og endar hér, þá sest persónan í sófan. Þannig að þetta er svona criss-crossing, þú veist, og hver karakter fær kannski sín lit til að svona öðvöldlega að sjá hvar hann hreyfir sig í rýminu. Þetta er bara svona grunn ákvörðun hvernig senan er blokkuruð, skilur, hvernig er hreyfing á persónu eða hreyfing á kameru eða staðsending á kameru versus hvar persónan er í rýminu og hvernig leikarinn hreyfir sig í rýminu. Hvað er mörg skot? Hvað er mörg kameru setup? Þannig sér bara A setup er hér, B hér, C. Þetta eru 3. Þannig að þú bara á mjög skömmum tíma getur að skissa þetta upp á þess að hafa neina teknikunóttu. Já, þetta þurfi ekki að flotta teknika. Þetta er alveg bara, þetta er bara svona, reynir að hafa þetta nokkuð skýrt og með punktalínum og milli og örfum og eitthvað svona. Þannig að þú veist, þetta horfið á og þetta er svona sirka svona. Þannig fer ég gegnum allt handritið og stundum storyboardamaður, maður þarf að vinna með special effecta til dæmis. Þú voru að kompa einhver skot, eða eitthvað CGI, eða eitthvað slíkt, þá þarf þetta að vera miklu skýrari hvað þú þarft og hvað þú vilt. Fyrir flóknari skot. Fyrir flóknari útfærslu. Þannig að ef ég er að vinna eins og, til dæmis í heimsenda, þá Daði hjá Framestore, hann er ekki á Studios hann að finna mig bleikan fíl. Það er bleikan fíl í seríunum, byrtist mjög oft, skilur, og hann er bara CGI fíl, bara raunverulegur fíl, nema hann er bara bleikur. Og ég náttúrulega bara hitti hann og funda með, hann þarf að teikna, skilur, hann fær náttúrulega eitthvað grunnefni sem hann plassir svo fílinn inn í, en ég þarf að, til að hann viti hvert verkið er, þá þarf ég að teikna upp, bara löngu áður fyrir mig tökum, bara, þú veist, þetta er cirka vinkilin. Þetta eru 12 skot, þetta er svona víkt í henni glugga, þetta er á gangi myrkur, þú veist, teiknaða nákvæmlega upp, leikufíl. Þannig að hann segir, þá getur hann áætlað tíma, hvað þetta kostar, hversu flókið er þetta, hvað við okkur ber að varast eða hugsa í upptökun.
skilur þegar við stillum kamerunni. Passið ykkur að kameran sé ekki á hreyfingu hér, eða þú veist hvernig sem það Já. Þetta bara svona til að fyrirbyggja vandræði. En annars generalt þá vinnum maður bara mjög náið með tökumannum á þessu stíi, bara breytur niður handritið og svo ef þú ert bara búin að vinna þína undirbúningsvinnum mjög vel með tökumannum, þá á tökustað samskiptingar ekkert eitthvað rosalega mikil. Þið vitið, þið eru búin að undirbúa ykkur. Já, þið eru sem með blaðsíðu. Við erum með skotlistan, við veitum hvað við erum að gera í dag og ég skipti mér sjaldnast af ljósi, sem sagt, ég skipti mér af hvar kameran eða þú veist, hver hún hreyfist og hvaðan hún skotin og hvort það nærmynd eða víðuglir eða hvað, það samtal sem ég á tökumannin og hef skoðanir á því. En aftur á móti hvar ljósin eru, eða hvernig hann lýsir, skiptir mér ekki af. Það alfarið hans. Hann sérfræðingur því. Já, og bara þú veist, það bara, ég skiptir mér aldrei á hvernig hann lýsir. Ég auðvitað, þú veist, þessi sen á að vera, þú veist, í húmi eða á að vera dökk eða eitthvað og þá veit hann það og þá lýsir hann út frá því. Ég skipti mér aldrei af þessum hluta. En hvort finnst þið skemmtilega sem leikstjóri? Að vera leikstjóri, eins og segir, það skot og eitthvað saman til kamerur, en svo er það líka með leikara. Finnst þér skemmtilega að vera að tala við leikara og að leikstýra þeim heldur svona tæknilegin eða er það bara svona bland í póka? Finnst þetta bara allt skemmtilegt? Já, mér finnst alveg allt skemmtilegt. Það upptökur eru kannski, skýtti að segja, en upptökuferlið kannski minnst uppáhalds. Mér skemmtilegast, þú veist, allt frumferlið, þú veist, að kokka upp hugmynd eða að vinna í handriti, hvað sem það með öðrum, undirbúa, þú veist, leikarundirbúningurinn, skilur, að kasta og vinna með leikarunum, að hanna og dýfka persónur og svona. Það finnst mér mjög skemmtilegt. Allir þessi hlutir það engin tímapressa. Ég skilji. Þetta bara, þú veist, þetta bara 3 tíma kaffibolli eða 4 tíma kaffibolli, að ræða bara þetta, skilur, og líka bara finna eitthvað sameiginlegan, skilur, þú veist, sameiginlega sín á verkið og eins og ég segi, það koma öllum á sömu blaðsíðu. Og þannig að ég segi 90% af minni leikstjórn gerist áðurinn fyrir tökur. Þá ég leikstýri rauninni í verkinu áður en að fyrsti tökudagur kemur, eða sem dagur kamerarólar. Af því að minn ótti og ótti margra leikstjóra. Við erum miskærlaus, skilurðu. Þú veist, það geta allir leikstjórar eins. Við erum mjög miskærlaus með það. En minn ótti að mæta og sett voru óundibúin. Þú veist, það mín martröð. Það martröð sem ég fæ alveg bara í raunverulega í martraða formi, sem sagt að fæ martröðina að ég í bíl og ég keyrður eitthvað og ég stíg út og það búið að stilla upp ljósum og það eitthvað leikmynd og location og leikarar og kamerukrú, alls konar lið og ég leikstjórinn og ég veit ekkert hvað ég að fara að leikstýra, hvert verkið hvaða persón og hvað veit ekkert hvað handritið skilurðu, og ég reyna að redda mér og auðvitað enda það bara í disaster, skilurðu, þú veist, bara í draumnum, og þetta kemur bara því að þú veist, ef maður vel undirbúin, getur maður verið mjög skapandi og breytt hlutum á deginum, skilurðu, þú ert komið leikarum frá vel og í raunverulegt rými og ljós og búning og smink og þú veist, og allt komið til staðar og þá farið geðveika hugmynd, eða leikarinn farið geðveika hugmynd, skilurðu, að tökumæðurinn eða einhver, þú veist, bara, það farið gaman að prófa, eða eitthvað, og maður bara, já, heyrðu, gleymum þessu sem voru búin að ákveða þetta, gerum þetta fyrir svona, já, gerum það, skilurðu, þá ertum við rými til að vega og meta hvort að nýja hugmyndin sé betri en það sem voru búin að ákveða. Ef þú ert ekki búin að undirbúa þig, þá er bara kaos, eða þannig lítið ég á það. Að þú veist, að vera bara svona, finnum bara út úr því á deginum. Það bara, fyrir mér það bara svona, þú veist. Er það ekki líka bara svo dýrt? Það bara alltaf. Kostar mikla peninga? Það bara alltaf dýrt. Ég meina, þú veist, það alltaf að styttast þegar ég gerir fyrstu myndina minna 99, Fiasko, og þá, ég var bara mjög ungur leikstjóri, bara 20-something, þá, hún skotin á 35 mm filmu, þú veist, það var fullt af budget og svona, fullt krú og bara fjármagnaðist mjög vel og bara, þú veist,
þú veist, yfir meðaldýr mynd og og þá var svona normið að ef þú ætlar að skjóta á 35 mm þú veist, með þunguvélunum og öllu draslinu að þá var fólk að skjóta myndir á svona 50 dögum oft, leikstjórar þú veist, náttúrulega misjant skilur en þú veist, uppundi það 50 pluss dögum stundum og ég bara, þú veist, og framleiðandinn, einn af framleiðandunum þeirri mynd, Friðrik Þór Friðriksson það er bara, þú hefur ekki budget til að gera myndina á 35, þú voru að skjóta hann á eitthvað minna format, þú veist, 16 mm eitthvað slíkt þú veist, að því að bara, þú veist, ef þú ætlar að gera hann á 35 þá fari ekki meir en 30-35 daga, sko. Og ég sagði bara, já, ok, þá ger ég það. Ég vil frekar forna dagafjöldanum, ég hafði ekkert við mig, ég hafði aldrei gert bíómynd áður. Ég fór ekki eins og í kvikmyndaskóla, ég vissi ekkert hvað ég var að gera. Já, þú ert ekki lærður. Nei. Þannig að ég þannig ég sagði bara, ok, nei, ég fórna því, ég bara, hvað segir, 35, ok, ég skal skjóta þessa mynd á 35 mm á 35 dögum. Og ég var með Ágúst Jakobsson og tökumadurinn sem var líka með málmið setna. Hann ég bara átti samtal við hann, já, hann treysir alveg búin að skjóta alveg tonn á filmu, vissi alveg hvað hann var að gera og við bara gerum þetta svona. Bara plönum þetta svona, plönum okkur vel, við erum ökonomiskir, skjótum hann 35 og gerum hann að 34 eða svona, það bara rétt undir því sem normið var 50 dagar á 35. Í dag, þá er leikstjóri heppinn, þótt hann sé að gera stafrænt, hann fáið 25 daga. Skilur, það hefur á 25 árum, hefur dögunum fækkað helming. Af hverju? Það er bara allt miklu dýrara. Er það bara þegar það er gert eitthvað svona budget, er það bara gert ráð fyrir mitt eins og 25 dögum eða eitthvað? Já. Þú færði ekkert fleiri? Nei. Það er bara, hvað getur við fjármagna mikið? Það dikteitar hvað þú getur fengið marga daga og ef þú náttúrulega bara sér það er bara bull, þú veist, að budgetið sem er geta fjármagnað versus efnið sem þú þarft að ná, ef þú sér það, þetta bara gengur ekki upp. Það veistu bara eftir reynslu. Þú veist bara, þú komið reynslu og veist hvað það er hægt að gera. Og ef þetta mattsar ekki, þá sleppur þú frekar að gera verkefnið. Af því að þú veist alveg að þetta gengur ekki upp. Það myndi aldrei enda vel. Nei, þetta endar ekki vel. Þú fer að gera svo mikla málamillanir. Þannig að þú vilt helst gera eins fáar málamillanir og hægt er. Þannig að sko, yfirleitt þá, þú veist, og þetta hefur áhrif á hvernig sjó maður segir líka. Stundum fer maður bara, maður passi, þú veist, ég sprengi mig ekki upp í handriti bara, þú veist, að gera senu sem kostar bara eitthvað milljónir. Þú veist, einhverjar 1000 manna hópsinnur eða eitthvað. Ég er bara með dettur ekki til hugar. Að því ég veit að það þýðir það að myndi verið svo dýr að, þú veist, að það verið erfitt að fjármagnuna og eða ég þarf að gera hitt ógeðslega hratt eða, þú veist, þá bara er ég farin að gera mála mér. Þannig að við reynir að finna einhvern balans. En sko, svo er þetta líka bara í dag að við erum með iðnað, kvikmynda iðnað á Íslandi. Það er 400-500 manns sem hefur bara, þú veist, bara vinnur raunverulega við kvikmyndagerð, skilur, fyrir utan alla hina, þú veist, sem að, þú veist, hafa tekjur eða einhvers konar störf af kvikmyndagerð í einhverjum afleiðum, skilur, þú veist, bara alls konar bílstjórar eða maturslumenn eða whatever, skilur. Og þú veist, það er ekki union hérna, eða sem það er ekki, hvað heitir það, stéttarfélög, þú veist, við erum ekki stéttarfélagsbundin, þú veist, að stærstu leyti. Þannig að, þú veist, en það er alveg svona viðmið bara hvað er eðlilegt að borga fólki í verktakavinnu, þú veist, á freelance base, skilur, þú veist, og fólk þarf að sjá allir skalla og bla. Þannig að, þú veist, það er alveg, við erum hætt að gera svona, sem betur fyrir ekki alveg, að því að stundum það er bara ungt fólk að fá fólk með sér lið að gera frítt og eitthvað svona, sem bara eðlilegt, þú veist, sem er að stíga sem fyrstu skrifa og svona, og fólk vil bara sanna sig og koma fætunum í dyrnar, eða þú veist, í þröskuldin. En þegar þú fann að vinna allt árið í kvikmyndagerð, þá náttúrulega bara kostar það, eða þú veist, það er bara laun. Þú veist, fólk þarf bara laun. Það verður engin ríkur á kvikmyndagerð, engin á Íslandi, það er bara ekki hægt, þú veist. En, þú veist, það er þá allan að reynda að fólk, þú veist, hafi þá allan í sig á og geti lifa bara normal lífi á móts við, þú veist, kannski fárlega langan vinnutíma og, þú veist, unnið rauðat og allt þetta, skilur. Þannig að, þú veist, það er bara, kostur og gallar. Það er allt orðið svo dýrt. Og,
ekki heimur vestandi fer, heimur bara batnandi því að við erum komið með líka bara grundvöll, það orðið svo rosalega mikið af frábæru fagfólki á Íslandi, það er svo gott krú, ég var að horfa á stórkostlega seríu Welcome to Utmark, nýju serían sem Dagur Kári gerði í Noregi, hún var að koma á HBO Europe og Dagur fer út og gerir, það danskur handritshöfundur, þetta skandinavísera, þetta HBO, þú veist, það dansk-norskir framleiðendur og Dagur tekur með sér Íslendinga í verkefnið, eða þú veist Pétur Ben gerir músíkina, Magga Einars gerir búningana, Ásta Hafþórs með sminkið, Sverrir Kristjáns klippurum, heldur sér ekki að glemma neinum, og Dagur náttúrulega leikstýra og þetta þú veist, besta norska sjónvarpssería sem ég hef séð, alveg by far endur svo mikið á íslenskum key creative síðan, þú veist, og örgulega fleiri íslendingar, ég hef allavega þessi ég man eftir þannig að þau eru lykilstöðum skilur það allavega 3-4 lykilstöður á verkefni eru bara íslendingar þetta hefði aldrei gerst fyrir 25 ára þú veist, að erlend verkefni væri að ráða þú veist, Íslendinga? Jú, kannski 1 og 1 skilur þú veist, eitthvað svona þú veist, en bara gera allt ekki nei þú veist, þannig bara hægt að manna lykilstöður í listranum stjórnundum með íslensku talenti. Eru ekki líka búin að taka svakalt stökk á þessu 20 árum? Jú, þetta er bara svart og hvítt, skilur þú veist, bara vinnum hverfið, gæðin. Sammála. Þú veist, íslenska mynd, og eðla bara, þú veist, þetta er ung iðngrein, eða ung list iðngrein, sem að, náttúrulega, hefur bara þurft sinn tíma til að þroskast, og er ennþá að þroskast, ég er ekki að segja að við sem komin á þann stað sem við getum komist miklu lengra, skilur, við getum gert miklu betri myndir. En og þætti. Já, og þætti er að segja bara miklu betri verkefni. En sko gæðin, þá segja sko svona meðaltalsgæðin eru miklu meir í dag en þau voru fyrir 30 árum. Það eru færri vondarmyndir, skilur, það eru færri myndir sem eru gerðar af einhvers konar þekkingaleysi eða vanhæfni á hvaða póstum sem nú ekki bara að tala um leikstjórn og leikarinn og eitthvað, þetta er bara almennt, bara svona overall quality að við erum bara komið með mikla fagþekkingu og marga listamenn sem eru komið með sérþekkingu á sinni tilteknu grein, hvað sem að það séu gerfahönnun, búningar, leikmynd, kvikmyndataka, hvaða nú er og við erum ánum sjálfbær, þú veist, við getum gert allt á Íslandi. Við þurfum ekki framkvölduna þjónustuna í Danmörku eða Þýskalandi eða litgreininguna eða labbið. Við getum gert allt hér. Við getum bara full unnið kvikmyndir á Íslandi. Við erum komið með Baltasar, komið með sko stúdíó upp í Gufunesi, stórt stúdíó, tókum við Gullragnar til dæmis. Hvernig er það með það stúdíó? Það er bara risastórt. Þetta er bara geimur og þú veist, þetta er að verða bara til, skilur ég meina, þetta er alveg starfhæft og átt bara að verða flottar og betra. Og allt umhverfið þarna. Er þetta bara svo skemmað? Já, þetta er bara hjút, þetta er bara svo flugvallar hangar, skilur við bara þrefaldur eða eitthvað. Og þannig að sko, það er partur af þessu líka. Þú veist, við erum komið stór tækjafyrirtæki, tækjalegur, eftirvinnslufyrirtæki, þú veist, að vera að vinna þú veist, effekta í Gravity eða whatever, einhver Hollywood stórmyndir á Íslandi einhverju leyti. Þú veist, við erum komið með svo mikið af þekkingu. En eins og með endurnýjun í þessum bransa, þá er ég að tala um svona unga fólkið sem er að koma upp. Er auðvelt fyrir það fólk að komast inn í þennan bransa? Já, ég myndi segja það. Er það auðveldir í dag eða erfiðara fyrir 20 árum? Ég held að sé bara svipa. Sko. Það er, sko, bransin hefur stækkað og leið hefur fólkinu fjölgað. Við erum að bíða eftir að háskólanám hefjist í kvikmyndagerð í Listaháskólanum, vonandi í haust eða næsta haust, sem er næsta skref bara á viðurkenningunni hversu mikilvægt þetta er og hversu stórt þetta er orðið. Þetta er eina listgreinin sem er ekki kennd á Íslandi, þú veist, á háskólastigi. Kvikmyndaskóli Íslands er og þú veist, og það er svona grunn nám, en hið akademiska álfuru, skulum við segja, sem sagt bara svona akademist bachelor eða meistaranám hefur ekki verið kennt hingað til hefur fólk þurft að fara erlendis til að læra kvikmyndagerð á því stíi, á háskólastigi. En
nú það að breytast sem betur fer og bransinn náttúrulega stærri og það náttúrulega þá fleiri tækifæri í boði en það líka margir sem að reyna að sækja það. Mikil samkeppni. Já, en ég held að þú veist, ef þú virkilega langar að vinna í kvikmyndagerð og hefur raunhæfar væntingar að þú verður ekki bara þú veist, listrænn stjórnandi á einum degi ef það draumurinn. Já, ég skilji. Ég segja bara, þú veist, sumt fólk bara, þú veist, ég held að fólk sé smátt átt að segja á því að það ekkert, þú veist, það ekkert síður mikilvægt að vera klippari. Skilur bara, þú veist, góðir klipparar eru vandfunnir, virkilega góðir. Þú veist, ég fullt af góðum klippurum, en það eru miklu færri heldur en leikstjórar. Það eru sko baksa leikstjórar á trjánum skilur þú veist. Vil allir vera leikstjórar. Það allir vera leikstjórar sem bara, þú veist, verðið fólki að góðu skilur og bara verðið leikstjórar og takkið því sem að höndum ber. En sko, þú veist, að vera góður klippari alveg jafn mikilvægt og það stórkostlegt jobb, skilur. Þar verður kvikmyndin til í klippherberginu. Og þar kemur enn einn listrænn stjórnandinn sem skiptir höfuðmálið það klippari. En ok, ef það kemur eitthvað til þín, segjum bara einhver ungmanneskja búið með kvikmyndaskólan eða eitthvað og bara, Ragnar, ég vil vera leikstjóri. Hvað á þessi manneski gera? Hver hennar fyrstu skref? Það að búa til þá stuttmynd? Já, gera. Það bara, þú veist, það var það sem ég gerði. Þú veist, ég fór ekki formlegt kvikmyndanám. Það var bara, þú veist, þegar ég fæði áhuga á kvikmyndagerð þá bara svona, þú veist, það var rosalega litla forsendur fyrir því. Þú veist, ég fekk áhuga á kvikmyndagerð, Anna G. Magnúsdóttir kendi mér bara einn áfanga í fjölbrautaskóla í kvikmyndagerð og það bara var bakterían og ég raun ekki gert neitt annað síðan því að hún lét okkur gera stuttmynd og sagði að það veri vel gert hjá okkur og benti mér á að ég hefði sem sagt skrifað og leikstýrt sem ég áttaði mikið á fyrir en bara eftir að hún sagði mér það þegar ég bara lýsti hvernig gerði myndina og sagði bara gerðu meira þessu, þetta á vel við þetta var góð mynd hjá þér, ég ætla að senda hann svona stúdentafestival og þetta eitthvað sem þú ættir að gera og ég bara einhver, þú veist fullorinn mannskja þú veist, hrósarmanni bendi manni á eitthvað, ég var bara svona pínu týndur tvítugur, skilur þú veist þetta hvað þá, 91? Þetta 91 og ég var bara svona wow, skilur og ég ekki að grínast, ég hef eiginlega ekki gert þetta annars síðan af því að ég bara tók hann orðinu og ég svo bara, já, heyrðu ég hafði áhuga á kvikmyndum, hún hafði opnað augum mín skilur, bara sýnt okkur, þú veist, bara Kurosawa og Bergman og Almodóvar og Fellini skilur og Lárus Ými og þú veist, eitthvað í skólanum á sem einu önn og láta okkur gerast og ég bara, eftir það var ég bara daglegu gestur á alvídeolegunni og klappastig, bara tvær myndir á dag alveg bara, þú veist áratuginn eða fram á þann næsta og horfði bara á allt sem ég gat, það var minn kvikmyndaskóli, las alla bækur sem ég gat og stöðugt framleiti. Það meina ég, þú veist, bara hvað gerir maður? Þú veist, maður hélt áfram bara fleiri stuttmyndir, bara no budget, vinir sínir, bulla í einhverjum leikurum til að fá að leikið í frítt, skilur eitthvað svona, bara, þú veist, harka. Young Man's bara, bara það engin hindrun, skilur við, og bara allir til í stuð, það allir til í að gera gaman, skilur við, þú veist, það engin pressa, það bara gaman, svo bara myndbönd fyrir allar hljómsveitir sem maður fann, skilur við, þú veist, bara, til að gera áttu 50 skatt bara til að geta borgað pítsu eða eitthvað, skilur við, þú veist, þannig að bara ég gerði, sko, þú veist, 10 tónlistamyndbanda, þú veist, og svo bara einhverja pælóta fyrir einhverja svona ódýra dokumentari sjónvarpsþætti, þú veist, Páll Baldvins var dagskrárstjóri upp á Stöð 2, þú veist, mid-90s eða 93-4, keypti á okkur, skilur, þú veist, svona eitthvað alveg low budget þætti, skilur, sem við gerðum bara gorilla style, þú veist, þannig að ég var bara stöðugt að skjóta eitthvað, búa eitthvað til, gera tilraunir, sko, 90% af þessu náttúrulega, þú veist, það ekki hægt að horfa á þetta í dag, skilur hvað ég meina, en var bara mjög nauðsynlegt til að prófa sig áfram. Til að læra. Og læra. Og þú veist, bara búið með þetta næsta, þú veist, bara, þú veist, átta sig á því að, þú veist, og það sem hafði mikil áhrif á mig, ég las, sko, Alfred Hitchcock var búin að gera, sko, þú veist, fjöldan allan af bíómyndum áður en hann gerði mynd sem að vakti ykkur athygli. Einmitt. Þú veist, alveg
10 myndir, eða hvað það nú var, ég er búin að gleyma þessi dag. Bergman, hann búin að gera, þú veist, einhverja 10 gaman myndir, áður en að hann var Bergman sem var svona arthouse, þú veist, superstar, skilur þú veist, bara auteur, skandinavíska autörið, eða evróski stóri kvikmyndagerðarmaðurinn, þú veist, bara, þú veist, náttúrulega ásamt örum, en hann búin að gera fullt af bíómyndum, sem að þú voru bara svona local stuff, það var bara hans skóli, og ég hugsa bara, já, ok, ef þeir þurft að gera þetta svona, þú veist, og þá þarf ég að gera bara á öðrum leiðum, þá gáttu menn bara, voru kannski leikstjórar að gera 3 myndir á ári, skilur í Svíþjóð eða í Bretlandi, skilur þetta því að bara verið að þú veist, multiframleiða, skilur bara framleiða, gera og þá voru svona stúdíosystem eða eitthvað svona fyrirtækisystem eða eitthvað. Þannig að ég segi bara, fyrir þá sem að ætla að fara í kvikmyndagerð, að þá bara getur þú farið í skóla, þú veist, það er bara frábær leið, það er bara geggjuleið, að þú veist, þá ertu bara í venduðu umhverfi að gera það sem að þér langar að gera í 3 ár. Og þá fara bara helst erlendis, skilur, ef það er ekki komið á Íslandi, bara, þú veist, það er skólar út allan heim. Algjörlega. Eða bara, gerði stuttmyndi með vinniðinu, skilur, byrjaði bara, þú veist, ekki gera það neina gritturum og gerir mestarverk, skilur, þú veist, að því að þau koma líklega aldrei, en gerðu eitt og gerðu svo annað, og reyndu alltaf, þú veist, verk nummer 2 að það sé betri nummer 1, verk nummer 3 sé betri nummer 2, skilur, að þú sjáir að þú sért að bæta þig, að þú sjáir hvað þú gerir ránt, áttir þig á því, horfist í augu við það og gerir betur. Ekki stoppa, þetta er frábært hjá mér. Það er aldrei neitt frábært hjá neinum, skilur. Nei. Þú veist, þú getur gert ágætt, þú getur gert betra, þú gerir aldrei frábært. Skilur, þú veist, það er stundum hittar eitthvað að vera vinsælt. Og allir segja, þetta er frábært. En, skilur, þegar þú gerði það, þá var það ekkert endilega frábært. Það leiði ekki þannig kannski. Nei, þetta var gott, skilur, þetta var gaman og ég held að það hefur vel tekist til þetta skiptið. Ég veit ég get gert betur. Svo verður það vinsælt. Og maður bara svona, wow, ok. Hvað er það? Það er eitthvað sem þú hefur enga stjórn. Þú hefur enga stjórn á barninu eftir að það fer út í heim, skilur. Og hvað verður vinsælt og hvað ekki veit enginn. Og það er magicið, skilur, þú veist, ef að við vissum hvað er því vinsælt. En það hlýtur líka auðveldir dag fyrir ungt fólk. Þú ert með snjallsíma sem þú getur með þess að tekið upp á, þú getur með þess að klift myndin held ég bara í símaninum, þú getur sett þetta á YouTube, menn þetta var ekki til 91. Nei, ég meina, ég var með fyrstu myndinum gerðar á Waff OS myndavel, svona kameru. Og stór svona. Svona Waff OS eitthvað. Og fleiri þannig vélar, skilur, og bara það sem var til og svo, þú veist, sumir voru að skjóta kannski Super 8 og maður átti Super 8 og að splæsa það saman og svo fór ég til New York í nokkra mánuði á svona workshop, mér langaði svo að vinna á filmu, þú veist, fór ég 3 mánuði til New York og lærði bara að skjóta á 16 og klippa 16 old school og back og svona, skilur þú veist, bara eins og gert, þú veist, og horfa mynd á tjaldi varpa, bara, mér langaði að prófa það, þú veist, og þú veist, þetta var bara, þú veist, 10 vikna námskeið, skilur þú, bara do it. Og þú veist, maður bara gerði allt sem maður gat, skilur, bara koma sér upp reynslu, þekkingu og horfa á allt sem maður, og hafa bara áhuga á kvikmyndum. Þú veist, á meðaltali hef ég hort á bíómynd á dag í 30 ár. Og það er rosalega. Stundum er það ekki bíómynd, stundum er það heimildamynd, stundum er það sjónvarserja, eða 3-4 þættir í sjónvarserju, þú veist, þannig að, þú veist, það er kannski breyst aðeins í seinni tíð, þú veist, það er ekki alveg einn á dag, þú veist, það eru önnur formöld líka. Þú horfir á eitthvað allavega? Já, ég horfi á mér til skemmtunar, þú veist, að því að ég hef áhuga á því, það er mitt áhugamál, ég hef einhvern önnur áhugamál. Eina sem ég áhuga á er kvikmyndir. Það er bara kvikmyndir? Já, og bara listir oft náttúrulega margar tónlist og bókmyndir og slíkt, skilur, ég les mikið og hlusta mikið á músík og fyrir leikhús, en kvikmyndin er svona mitt listform. Og þannig ég horfi bæði myndi skemmtunar, líka bara til að bara átta mig á hvað er í gangi, sjá hvað virkar ekki, þú veist, ég læri jafn mikið að horfa á lélega mynd eins og góða mynd. Algjörlega. Þú veist, og ég ferðast, skilur, í gegnum kvikmyndir, þú veist, maður fer til annara landa, annara heima, skilur, þú veist, maður út á Brasilíu eða Filippseyjar eða Labrador, skilur, í gegnum kvikmyndamiðlun. Það er stórkostlegt að ferðast í gegnum kvikmyndir.
Það eru töfranir. Og ég fyrir mikið í Bíóparadís og þú veist, ég er á mörguleiti stoltar af Bíóparadís en mörgum kvikmyndaverkum sem ég gert, þú veist, bara hafa tekið þátt í að koma Bíóparadís á koppinn, bara, þú veist, að bara, þú veist. Varst það þú? Við vorum náttúrulega bara mörg, skilurðu, þú veist, við vorum bara íslenski kvikmyndagerðamenn og kvikmynda áhuga fólk sem að bara einsetti sér það að redda þessu, að þú veist, að nýta þetta yfirgefna bíó þarna á Hverfisgötunni, að því það var það sem var í boði þá. Gamli regnboginn. Já, gamli regnboginn, að og þú veist, við vorum, þú veist, það eru margir til að nefna, skilur, en þú veist, það er eitt af það sem ég er stoltastur af, að þú veist, að hafa búið til alternativ kvikmyndahús á Íslandi, að því að, þú veist, það bara var ekki því ég ólst upp, skilur, ég hafði alvídeóleguna, það bjargaði mér, og reyni á alvídeólegunu ber að þakka fyrir það, skilur, að hafa boðið upp á weird stuff, skilur, og heims kvikmyndamenningu. En hún krakkar í dag að hafa lúksið sinna, að hafa Bíóparadís, skilur, geta séð klassík eða arthouse eða hvað nú er. Algjörlega. Nú er ég bara, held ég... Við skulum bara slúta þessu. Þetta er búin að rosalega gaman, Ragnar, og þetta er bara langur þáttur og ég klipp ekkert mína þætti. Ég gef út bara, þá er þetta bara 3+ tímar og ég fengi mörg skilmar frá fólki þó ég sé að gefa út 4 tíma þætti. Það bara elskar þetta. Já. Og líka sem er podcast, maður kannski tekur þetta í pörtum. Þannig ég er bara að þakka kærlega fyrir að komið. Þetta var hrikalega skemmtilegt. Já, takk fyrir mig. Þetta var tíminn flög.